Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða piparduftið. Piparduftið svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma næstu að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Ég átti að vera í tökum upp á Eldfjalli núna og Það? já, en svo veðrið ömurlegt, þannig að ég var eiginlega smá svona, já, það fínt. Við erum búin að reyna að plana þetta áður, svo kom eitthvað verkefni, hættundur en ég ætla að spyrja aðeins, að þú verðist vera að vinna svolítið vítt, alls þar í heiminum. Eiginlega, já. Ertu partur af einhverju stóru fyrirtæki? Ertu frílans? Hvernig virkar svona? Já, ég með eigin rekstur sem Reykjavík og búin að vera með það lengi. Búin að vera svolítið mikið svona one-man show. Reyndar hef ég gert marga íslenska bíómyndir og tekið inn sko frílansara til að sjá eftirvinnsluna þar. En það svona, mann krúar upp í það, þú veist þannig að ég ekki með neitt fast staff, en það getur kannski verið 2 mánaða tímabil eða... Þá ræður einhvern veginn. Nákvæmlega, þá ég með nokkra hjá mér og við klárum einhverja bíómynd saman, skilu, og það búin að vera frábært, en svo ég búin að vera náttúrulega mjög mikið svona, hvað maður að segja, on-set-gaur, sem sagt, ég sem sagt myndbrellumeistari, heita á íslensku, en enska titilin VFX Supervisor, og VFX Supervisor, hann svona með 2 hlutverk, hann með mörg hlutverk, en þau skiptast í tökur og eftirvinnsla. Og þegar menn komast ekki, eða þykja kannski einhver local guy betri eða einhver svona, þá notaði stundum svona on-set VFX Supervisor, sem þá gaurinn sem fer bara í tökunar, en svo annan VFX Supervisor sem þá orðin eiginlega minn boss í því tilviki sem ég síðan að útfæra hans plan og í raun þjónusta hans þarfir, skilu. Þægilega fyrir að vera bæði, vera on set og svo sjá líkum post? Já, mér finnst náttúrulega mjög gott að sko, ég lít svolítið á það líka verið að borga mig fyrir að læra allt sem allir hinir þú veist, öll þeirra trikk, þau eru svona involvera í þeirra workflow og involvera mig í þeirra svona nálgun á málin og svo framvegis, þannig að þá náttúrulega ég búin að læra alveg heilan hellinga því, sko. Hvar lærður þetta? Hvar lærir maður svona? Já, þú veist, ég náttúrulega það gamall og búin að vera að fikta í pixlum í einhverju formi að það var ekki mikið boðið þegar ég svona fyrst fekk áhuga á þetta. Ég ólst upp í Danmörku í Kaupmannahöfn. Var 4 ára þegar ég fór hérna, það ágætt að koma því því þú munu heyra hellinga málvillur og skrýtna setningum hjá mér. Ég lifi það af. Já. En ég ólst upp þar og var að gera alls konar, búin með menntaskólan og fór síðan í svona 1 árs project management menntun basically og hluta af útskriftaverkefni mitt var að setja upp tónleika og þá var Unun að slá svo rækilega í gegn hérna á Íslandi. Já, Unun maður. Já, einmitt og ég og Þór Eldon átti sameiginlega mjög góðan vin Siggi Íman og einu sem ekki hvað son hann Siggi, þú veist hver þú ert Hann þekkir sjálf og hann í raun setti mig samband við Þór, ef mann rétt, þá var það þannig þetta ruglaði smá saman og ég fór svona að vinna svolítið með smekklausu og aðalega með Unun, sko. Varstu það að taka upp? Nei, þau voru að byrja á Evróputúr og ég mitt setti upp 2 tónleika í Kaupmannahöfn og kjölfarið því fór ég að vinna smá með Árna Ben, bróði Einar Ben sem var umboðsmaður þeirra þá, sko. Og
Þú varst bara að hjálpa að setja upp tónleika. Já, ég hélt tónleika þarna og svo sagði þau mér eftir á að ég var í geðveikur að ég basically gerði þetta meira og minna allt einn, sko. Það er enginn sem situr upp tónleika einn. Þannig að þú ert vanar að vinna einn? Já, ég er vanar, ég var greinilega, það komið svo ágætlega að vera þessi skrítni bóhema strákur frá Íslandi í mínu hverfi að því að ég náttúrulega ólst upp í svona verkamannahverfi og ég var alltaf smá svona outsider varandi svona hluti, alltaf ekki bara það kemur svolítið úr slíka æsku. Þú getur á að græta því? Já, ég er allavega ég er alls ekki ósáttur daginn í dag með það, sko. En allavega þá benti smekklausa hópinn mig á að þau voru nú að gera góða hluti með vefsíðu framleiðslu og eitthvað svona, ég bara hafi internet, já, ok, skoða það. Hvað ár er það svona sirka? Þetta er sko, þegar við erum með þetta samtal, þá er þetta 93-4 og ég fer svona alvöru í gang þannig að lok 94 minni mig. Ok. Og út frá því þá kynnist ég Photoshop 1.0, skilur bara alveg fyrsta útgáfan af Photoshop sem margir sem lifa í dag voru ekki lifandi þegar hún kom út, skilur. Það kom út. Já, þannig að, og það var bara ásta fyrsta sín, sko, það var alveg, ekki séns að ég myndi snúa aftur þá, sko. Já, þú fannst það strax? Já, ég bara instantly, jeez, því ég hafði alltaf verið að mála og teikna svolítið, ekki sérstaklega góður en var reyndar mjög virkur graffiti-málari í Kaupmannahöfn og þannig að ég var mjög mikið í svona comic og bara í rauninni mjög svona grafískan stíl, sko. Og skapandi. Já, og mann var algjörlega mjög skapandi svo sem og og þá var, þú veist, þegar þetta kom þá bara, þú veist, bæði að ég hef líka verið svolítið tölvunar, þannig að bæði, þetta tvennt kom saman, skilu, þá bara var ekki aftur snúið og upp úr því fór ég síðan að vinna svolítið í svona CD-ROM-kynningar, ég veit ekki hvað gaman þú ert á hvort þú... Ég fættur 83. Já, það er örgulega, þú ert örgulega ungur til að vita því, en það var svona á tímabili, það verið mörg svona æði í auglýsingabransa varandi stafræn framleiðslu, síðast var kannski virtual reality, þá fríkuðu allir út að þetta er next big thing og svona. En örgulega kannski eitt fyrsta var að öll þessi stóru brönd byrjuði að búa til svona geisladiska sem voru basically bara fancy PowerPoint kynningar. En þá voru engin forrit fyrir PowerPoint eða neitt. Þetta var allt bara gert handvirt from the ground up, skilur við. Sem var bara svona diskum? Á sem diskum, já. Með einhverja flott vídeo, þú veist, einhver 3D animation og einhver svona, sko. Og ég var fljótt svona, kynntist nokkra stráka, einhver svona, og var fljótt svona ráðinn inn sem efnilegu Photoshop-kall í eina stærstu stofuna þar í Kaupmannahöfn. Bates Copenhagen heita það og var þar í 2 ár og gerðum alls konar verðlaun og gerðum dýrasta heimasíðu í Norður-Evrópu á sinn tíma sem ég held hún að kosta einhvað 1 milljón eða rétt rúmlega 1 milljón danska krónur sem þótti alveg svakalegt, sko. Já, á þeim tíma? Já, á þeim tíma, já, og unnum fullt af verðlaunum fyrir það var Faxi Kondi síða, sko. Já, drykkurinn? Já, það var bara einhverjir litli leikir og svo gastu séð stöðuna í deildina, fótboltadeildina og síðasta leikin. Einu sinni ekki alla leiki, heldur bara síðasta umferð í leikum. Og þetta þótti svakalegt? Þetta var rosalegt, sko. Við vorum unnum aðalverðlaunin, auglýsingaverðlaunin það ár og vorum í konunglega leikhúsið að taka á móti verðlaunin og þú veist, þú veist, þannig að þá var mann alveg búin að samfæra sjálfa sig að mann átti heima í einhverju svona þá var það bara alls ekki aftur snúið. Í einhver svona glamour heim sem við framleiðandi, skilur. Einhver svona glamour heim. Já. Ok, og þú í rauninni ferð síðan svolítið úr þessu Photoshop, af því að Photoshop, það ekki alveg rétt sem það bara rauninni frekar kannski ljósmyndir og svona, þannig grafík. Algjörlega. En þú færið þessi yfir í svona visual effects. Já, það var sko nefnilega, síðan var ég, fékk ég starf yfir í aðra, í stærri fyrirtæki og þar voru þau nefnilega, og það sem lokkaði mig var að þau voru með animation-deild og þau voru búin að kaupa forrit
sem hét, nei, það er reyndar hætt núna, en það hét Softimas og var svona talin rollsinn í þrívita animation á sinn tíma og ég hafði gríðarlega áhuga á að læra það og þá kostaði þetta forrið einhvað $100, einhvað bara $50, einhvað fáránlega. Það er ekki séns að einstaklingar gæti keypt slíkt og flest fyrirtæki átti heldur ekki séns í það, sko. Svo, þannig að ég var mjög spenntur fór þar og byrjaði aðeins að fikta í það og var lengi svona í þrívitin svolítið. En ég hef nú aldrei talið sjálf mig að eiga heima þar, sko, en það síðan upp úr svona 2000 þá byrjaði ég með þetta að detta inn á compositing meiri, sko, og það til að útskýra compositing sem er minn bakgrunn í eftirvinnslu, sko. Endilega, ég veit ekki alveg hvað það er. Nei, sko, það er svolítið eins og ensku orðið bara lýsi, sko, þú mátt bara hugsa svolítið sem að klippa og klístra, sko, það er svona gróa útgáfan, þú ert að taka myndefni, hvað sem það er búið til frá grunni í þrívitaforriti eða tekið upp af tökuvélum og síðan ertu kannski að nota nokkra sossa saman, nokkra mismunandi layera og blanda það saman og láta það sita og líta út sem ein taka, eitt capture. Þannig að þetta á að vera í sama umhverfi og svo framvegis. Er það til dæmis eins og ef það er eitthvað aðrir tekið upp kannski green screen? Nákvæmlega. Þú ert gaurinn sem setur inn þá myndina? Já, þá er það final productið er komp eða composite og hluta því að kompa er til dæmis að kýja green screen efni og síðan kannski að taka þrívita velmenni inn og vinna í lýsingin á áferðin þannig að það lítur út eins og að tekið upp á green screeni af það sem við köllum þá live action ef að það er eins og hér þetta tökur þá köllum við það live action tökur. Hversu tímafrekt er það þegar þú ert að komposita að setja svona bakgrunna? Er þetta eitthvað sem tekur alveg þvílíkt langan tíma? Já, það má nú segja. Í VFX heiminn, eða í myndbrellu heiminn, þá er kannski compositing er ofta ekki hraðalausnin. Það er eiginlega, og það líta á það sem svona bæði hraða og ódýra lausnin, ekki að því að ódýrari í eðlunni sína en bara ef þú getur list einhvað án þess að involvera þrívita framleiðsla að þá er það oft ódýrar og hraðar, að því að þá ertu basically að grípa einhverja hluti með myndavél, það er að segja að þau eru til á meðan ef það fer í þrívitið, þá bara alveg eins og í alvöru tökur, þá ef að það þarf að vera leikmynd, þá þarf að smíða leikmyndir og það þarf að lýsa hana og það þarf að animera kameran, þú veist, ef að myndavélina á að hreyfa sig, þá þarf að hreyfa hana og ef að hún á að hreyfa sér með síðan alvöru tökur þá þarf þetta að synka saman og svo framvegis. Þannig að þú veist, complexity til að ég mun sletta helling þannig að ég ekki að biðjast afsökun á því, þetta verður bara svona. Það fer upp alveg heilan helling leið að þú involvera báða deildir, skilur, sem sagt þrívít og tvívít. Compositing er svona, hvað maður að segja, kórónan í tvívíða deildin. Já, ég skilji. Já, svo ertu með í tvívið, ertu líka með það sem við kallum rotoscoping, sem er bara að maska og er oftast bara kallað roto, þannig að... Maska hvað? Hvað meinar með því? Ég er að horfa á því og þá er ég að draga kurvum kringum útlínuna á þér og skera þau út, bara basically, bara klippa þau út úr bakgrunnin til að geta sett inn á annan bakgrunn, basically. Og oftar... Já, ég skilji. Já, það er svona, hvað mann segir, í staðan fyrir að kýja þá getur mann gert það, en oftast, mann vill helst ekki vera að gera með lifandi hluti, eða mjúki hluti, eða hluti með hár og svo frá. Kemur illa út, eða? Já, bara þú getur ímyndað ef þú þarft að fara inn að maska hvert hár. Já, eins og skeggi mitt, það fara gegnum það allt. Já, útlínunar. Já, einmitt, útlínan er ekki það hrein, þannig að þá er betri kannski að kýja það, þá reynur alltaf að kýja það, sko. Stundum að einhverju ástæðu verður mann samt að gera maska það, sko.
Og þetta er væntanlega allt gert bara í einhverju tölvuforriti? Já, þetta gert í alls konar forrit. Náttúrulega menn þekkja þetta nú best hérna heima, bara After Effects ofta svona inngangin fyrir fólki í þennan heim, sko. Er það notað í svona professional teiknum? Já, þú getur alveg notað það. Vandamáli bara með After Effects þú veist, það nokkur vandamál, en grunn svona allavega fyrir minn part vandamáli að þegar þú nær ákveðin complexity, þá allt grafið onni í leyirum. Þetta í raun bara viðmótið, svolítið erfitt að fá yfirsýn og halda yfirsýnin með það. Þú þarft að fara onni hver leyir og skoða allt hvað þú ert að gera þar, alla keyframe og hvaða maska þú ert með, eitthvað svona. Það sem svona standardin í þessu forrit sem heitir Nuke. Svo annað forrit sem mjög fínt líka sem heitir Fusion, sem margir nota, sko. Er þetta Pro-forrit sem... Þetta svona Pro-forritin, já. Fusion hlut af DaVinci pakkan, það nú margir sem þekkja DaVinci daginn í dag, sko. Og ef að þú, þessi tvö forrit bæði með viðmót sem kallast Node, workflow, sem sem sagt að þú ert með svona litli kassar bara, og svo ert að tengja þeim saman, þannig að þetta svolítið svona myndræn forritun. Þannig að þú ert með kassi sem segir, ok, sækja þetta myndefni hérna á harðadiskin. Þá svona lítill kassi og inn í það getur sett slóðin hver myndefni og síðan annan kassi sem blurkassi. Þá tengjur yfir í blurkassan og þá segir, ok, þú ætla að gera Gaussian blur og þú ætla að gefa mér 10 pixla blur. Og þá fer það bara, þú veist, í sömu tilvík eins og Fusion fer það oftast frá vinstri til hægri, en þú getur búið það til að það venjulega píla sem sýnir hvaða leið, hvað maður að segja, scripting flowið fer, sko, og þegar þú ert með þannig, þá liggur þetta allt fyrir, skilu, þannig að alla þessi aðgerða, alla þessi tól, þau bara layouta svolítið eins og, sko, London Underground eða eitthvað svona, þannig að þú getur bara lesið korti, já, ok, hérna ég með blöru og já, ég tengi blöru hérna niður í þess og þess vegna. Það er að halda utan þetta betri yfirsýn. Já, þegar komin upp í kannski, sko, 10 leyerar og þú veist, 100 af tólum, með 100 af keyframeum og svo framvegis, skilu, og stundum beyond that líka, að þá þetta bara martur. Þá þarftu bara að fara inn á hvert litla svæði og það verður svona tré, svona næstu eins og fjölskyldu tré út af því og svo ertu bara að fara í gegn og horfir á resultið á hver stað. Ok, hérna verður þetta brúnt, ok, hérna verður þetta blátt, ok, já, minni blátt hérna þá. Þetta hljómar samt alveg flókið. Já, þetta alveg flókið, þetta ekki einhvað sem að fara að detta inn á hvert heimili á næstunni, sko. En þessi forrit, hvað sem Fusion og Nuke, þetta eitthvað aðgengilegt fyrir bara gæja sem mig? Já, sko, ég er búin að vera að kenna svolítið. Það sem ég hef gert, að því margir hafa náttúrulega fiktað í Photoshop. Já. Þannig að ég hef alveg svona geð fólk það challenge og ég gef fólk það challenge þannig úti ef það að fikta í Photoshop. Prófa að sækja Nuke til dæmis, eða Fusion og það til ókipis útgáfur af því. Og næsta alltaf Photoshop að einhvað. Prófa að gera í þessu. Og oftar en ekki þá það svona 4-5 sinnum sem fólk gera einhvað alvöru, svona leggur á sig nokkra klukkutíma að klára einhverja mynda, eitthvað svona, að þá smellur upp í húsin, já, þá fer hugsunin frá, staðan fyrir að setja layer og layer sem fólk hugsa venjulega, þá fer það úr því yfir í þessi note hugsun, já, ég ætla að vinna þetta myndefni hér og út af því kemur key sem ég get nota hérna yfir á þetta myndefni til að skera út hér eða eitthvað svona, þannig að hugsunin breytir svolítið og þegar ég hef gert þetta með nemynda sem náttúrulega mjög mótiveraðir, þá hefur þetta komið óvart hvað þau eru fljótir að svona ná þessa hugsun. Sko. Já, ef þú ert með smá grunn í Photoshop, ég myndi alltaf segja yfir höfuð ef hefur áhuga, þá myndi ég eiginlega alltaf segja byrja bara á Photoshop og ekki vera ómikið að spá ómikið í nýjustu, flottustu featurena og einhvað, bara grundvalla atriðin, bara vinna með litarásir og layerum og eitthvað svona, bara ná það og
þú veist, út frá því þá getur þú kent sjálfa þér það sem þú finnst þurfa, eða þú veist, það sem þú hefur áhuga að læra, sko. En eins og þú talaði það, þú ert svona meira kannski composite og bakgrunnum og einhverju slíku. Þegar þú ert on set, hvað ertu að fylgjast með? Daginn í dag ég í raun mjög lítið að composite. Þó að ég elska og reyna alltaf að bóka sjálfa mig. Daginn í dag ég mest bara í því að vera deildastjóri, að skipuleggja að delegita bara skipuleggja tökum með framleiðsluna skilu, ég byrja alveg á handrits stíi skilu og þá ég, þú veist eins og núna ég eitt íslenskt verkefni það sem það fullt af brellum bæði practical, sem sagt special effects, sem sprengjunar og allt þetta skilu og svo visual effects sem mín deild skilu og við erum bara að tala saman, hvað sniðugt að við gerum sem alvöru, in-kamera og hvað sniðugt að við gerum eftir á og þegar sú mynd byrja að mótast þá byrjum við bara að skipuleggja hvað þurfum við marga tökudaga í það og svo framvegis og þegar það komið þá býð til tilbúð gjarna eða áætlun og þetta kostar bara x svona mikið svona margir dagar ég bara að reikna út hvað þetta verður margir dagar, hvað ég þarf mikið af fólk með mér og einhvað svona og þau fá það og þá, þetta mikið venjulega svarið skiluð eða einhvað og þá þurfum við að fara eftir, en ef við gerum svona þá getum við skorið niður 2 daga hér og færum þetta og þá getum við nýtt þessu og spara 1 dag og einhvað svona. En eins og með það, það mest að vinna mín dag. Það mest að vinna mín dag. Og svo náttúrulega halda utanum þetta í eftirvinnsluna líka, sko. Já, þegar fólk að vinna frá tölvur og að búa okkur til eða eitthvað, og þú sjáum það. Einmitt. En eins og með það, ef að segjum bara sem við tala eitthvað sem þessi sprenging og þú ert þá partur af þessu krúi sem að taka ákvörðinu með það væntanlega sem þú orðar það, hvort þið að gera það í alvörinni eða hvort þið bara feika það einhvern tölubrellum. Ef það ákveð að gera það alvörinni, eða bara í alvöru, við ætlum að sprengja bíl eða eitthvað, bakkað þú þá bara alveg eða? Eða ertu eitthvað partur því? Nei, stundum, en ég meina oftast þetta, þú veist, svona draumastaðan fyrir mig oftast ef að ég alltaf ólíkt hvað margir halda visual effects og special effects eru svolítið að keppast á móti hvor aðra og við getum alveg stólið verkefni frá hvor aðra en flottasta stöffið það sem ég hef áhuga á og ofta ekki það einhvers konar kombo við skjótum sprenging alvöru svo hún kannski ekki alveg við erum ekki alveg að fara sprengja halva götuna eða eitthvað svona, þannig að þá bæti ég kannski það í, skilu. Samvinnuverkefni. Já, ég kannski sér að sprengja glugganar í götuna og flippa eitt bíl lengur niður götuna eitthvað svona, skilu. Það getur orðið stafrænt, skilu. En Eddi sér kannski að sprengja bílinn sem hero-bílinn eða þetta alvöru þetta alvöru plus sem svona visual effects. Það finnst mér ofta þegar þetta samtal í gangi þá finnst mér það oftast vera besta lausnin Þú getur magnað svolítið upp það sem var tekið upp og bara, einmitt og klassist dæmi á Íslandi að menn ætla að vera með vetrarsenur og búin að bóka febrúar, svo engin snjór og þá hringt í einhver special effects guy, gott með snjóvelin og svo ætlaði að skjóta einhver atrið og þau skella 18 mm linsu á og núna sér það allan dalinn og með eina litla snjóvel sem að reyna að snjóa þetta, það gengur náttúrulega aldrei upp fyrir mig að taka þessa plötu sem allur dalinn bara segjum 25 kilometra ferkilometra dæmi það ekkert meiri mál í raun fyrir mig að mála snjó allstaða þar en fyrir special effects þá það bara ógjörningur nákvæmlega þannig að það svona ákveðin lögmál sem á við lífið almennt sem á ekki við þegar þú ert að vinna með þetta á þessu myndrænu forsendum þegar þetta orðið hvað maður segja negativ eða þetta komið inn í tölvuna og bara mynd, þá getur þú gert alls konar með þið, En þá var ég að spyrja, því í gamla daga, sem ég bara ég ekki, fyrir 35-40 árum eða eitthvað, þegar þið kannski höfðu ekki þessa tækni sem þú hefur í dag, hvað var þá gert? Eða þú varst með dalinn, vantar snjó? Þá var í raun, það nefnilega skemmtilegt, ég álít að margir sem hugsa,
benda á fyrsta Star Wars myndina sem kannski svona upprunan á svona nútíma visual effects, sko. Að sjálfsögja mikið að því eldri en það, sko, og sérstaklega svona 50s var mjög virt með alls konar svona stop motion og matte paintings og svoleiðis, sko, en fyrir mig svona kaflaskilið svolítið það 2001 og 2001 fyrir mig the ultimate brellumynd ever, sko, og þar nefnilega ótrúlega maður sem heitir Douglas Trumbull sem var visual effects supervisor hana. Og hún ekki hvað 68 eða eitthvað? Ég held hún var released 69, já. 69. Og framleiðslega með 67, 68 einhver. Okay. Og nefnilega fyndi með það eini Óskarinn sem Kubrick vann eins og ótrúlega að ljóma var fyrir 2001 og það var fyrir visual effects. Þó að hann kom nú ekki mikið að því, sko. Annars séu það. Nákvæmlega, en þá var reynda hefðin svolítið að gefa bara framleiðanda og leikstjóra alls konar velaunnið, fagvelaunnið líka, sko. Það skrítið. Já, það mjög skrítið. Fyrir verk annarra bara? Já, það var mjög skrítið og náttúrulega Trumbull hefur örugglega ekki vita betur þá, sko, hann var svo nýr í bransan, sko, þessi maður alveg ótrúlega, sko, hann í þessa framleiðslu, þá fann hann upp motion control rigið sem í raun tölvustýrt kamerarigg, þannig að þú getur endurgert hreyfingar, já, nákvæmlega brauta og þá getur forritað, þannig að þú getur gert marga leira af sama braut. Já, hún alltaf eins. Já, einmitt nákvæmlega og hann fann upp flatbed skannerinn til að geta leira upp marga negatífa, sko, filmurúlur og verið með síðan þessa matt filmu, þú veist það sem þú ert búin að mála, þú veist búin að teikna út línunar, verið með að milla og þá gastu kompa þannig optically og... Setta okkur gameskip eða eitthvað svoleiðis eða þetta tala um eitthvað þannig? Já, til dæmis, sko, þá getur þú verið með sko, þú getur verið með bakgrunn og svo ertu með svona svarthvíta sem segir til, sem kallast matta, sem segir til hvað á að vera gegnsætt og hvað á að sleppa ljós í gegn og hvað á að blokka ljós. Og svo varstu með annan layer sem var síðan forgrunnin sem þú ætlaði að setja á, sem væri þá gameskipi í þessu tilviki, skiluðu. Og hann fann upp náttúrulega, ekki fann upp fyrir ekki, hann smíðaði sjálfur, var sjálfur chief model maker fyrir öll þessi módel sem þau síðan voru að gera motion control dóti, skiluðu. Þannig og mann ennþá að og hann að gera einhvað... Hvað segir hann, ennþá að? Hann ennþá að, já. Hann reyndar ekki svo mikið brella, hann búin að vera mjög mikið svona cinema of the future, þannig að hann að vinna í einhvað, ég held að stereo 16K á 80 römmur eða eitthvað. Já, sem hann vil fá bíó þar sem það bara jafn gott ef ekki betri en alvöru líf. Visually, skilu. Og hann ætlaði ekki að gefast upp. En allavega, ég ætlaði ekki, en þú veist, fyrir mig það svona... Byrjunin, kannski. Já, það svona byrjun á okkar aðferðafræði, sko. Þar byrjar hún að svona mótast og festast í sess, svolítið, með það. Og náttúrulega síðan tekur einmitt ILM í Star Wars og síðan gera ennþá betur, eða þú veist, svona, hvað maður að segja, svona... gerir ennþá svona sterkari workflow í raun má segja kannski eftir allavega eftir þessa 2 Star Wars myndir, þá komin svona smá svona fyrirmynd fyrir hvernig á að gera þessa hluti, sko. Var ILM eða Industrial Light and Magic? Já. Þetta eiginlega frægasta, kannski Veta líka í dag. Já. ILM og Veta, kannski frægustu fyrirtæki. Algjörlega. Myndirðu ekki segja það? Jú, algjörlega. ILM, það stofnað það ekki af Lucas fyrir Star Wars? Jú, það stofnað Lucas fyrir Star Wars. Áður en ILM var til, var eitthvað svona fyrir ILM, skilur eitthvað svona stórt batteri ekki með þessa áeykslu, sko. Það var náttúrulega svona einhver miniatúr fyrirtæki og það var einhver þú veist, það var Ray Harryhausen í stop motion og það var alls konar einstaklinga með sinn rekstur og eitthvað svona, það var ekki svona hvað maður að segja, svona vesmiða eða svona ransleiku við það sem þau söfnuðu saman úr alls konar deildum, sko, og fullkomna það, sko, og sérstaklega kannski með ILM þá var áeykslan visual hlutan, sko. Það svo important að átta sig á, sko, að vinna með myndin þegar hún orðin til sem en ekki
ekki á undan, skilu, ekki fyrir framan kamera, heldur þegar hún kemur út úr kamera. Hvað gerum við síðan með það? Þú ert að tala um að þá þarf að búa til gameskipin, það þarf að búa til bakgrunna, jafnvel ykkur gameverur og eitthvað svona. Já, þú veist, það er náttúrulega fyrir framan kamera, en svo þarf að taka þetta allt og setja þetta saman og þar var náttúrulega, þú veist, þar var kannski stóra byltingin var hversu vel þau náðu að svona workflow, eða þú veist, að búa til nóga sterka pípu þannig að annars hefur þú kannski séð 2-3 skot, þú veist, Star Wars. Já, nú sér það heila bíómynda og svona, skilu, þannig að þau náðu að svona, já, að búa til smá svona vesmiða sem gat tekið þetta, alla þessar deildir og integrata á flottan hátt og ráði við þetta magna af skotum, skilu. Og svo sér þau einmitt í kjölfari alla þessa sci-fi myndir sem kemur náttúrulega late 70s og í 80s, skilu, það sem menn bara, þú veist, þetta bara bonanza, skilu, loksins getum við bara að gera í stórum stíl myndir sem við erum aldrei búin að hugsa áður, skilu, að því að núna ræðum við 50 skot, ekkert mál, þú veist, en áður fyrir þurfti handritið að vera þannig að við getum kannski lyft okkur 3-4 skot í lókmyndins eða í, þú veist, á hápunkt myndsins og svo bara átt, skilu, svo hitt bara venjuleg, svona gamla skóla bíógerð, skilu. En hvað finnst þér að því þú ert svona visual effects-gur, kannski svona, svona tölvubrellur, hvað finnst þér með svona módelsmíði? Bara geðveik, það er eitt sem mér finnst algjör, það er nefnilega líka miskiling að við erum alltaf, að það sé alltaf framför, það er búin að vera mikilvæg svona regression í gangi í visual effects líka. Þér finnst það? Já, algjörlega, það er alls konar sem bara talið og dýrt í dag og talið, sko, ég mynd, fyrir mig svona, hvað maður að segja, svona golden age of visual effects eins og við þekkjum þetta var svona upp úr 2000. Það er Lord of the Rings, það er Matrix, að bæði alveg bara virkilega important myndir og Phantom Menace kannski einhverju leiti líka upp á visual effects. Já, ekki? Hún sko, ekki svo mikið myndi ég segja, sko, þó hún stóðst alveg allt í góðu með það, sko. Menn voru náttúrulega fyrir vonbrigðum með hana bara almennt, skilu. Gæðilega sér. Já, og bara sögurþráð og einhver svona, en visual effects-lega stóðst hún alveg, en það var ekki sem kom nýtt þar, sko. Þegar Matrix kom, þá var það holy shit. Hvað var nýtt við hana? Bullet time er náttúrulega fræga, skilu. Þegar hann er að dökka undan skotin, skilu. Og það er náttúrulega bara risa rigg af stillmyndavélum sem skutu það og bara hvernig þau notuðu, sko, það sem við köttum digi-doubles núna, sem er basically að tekur CG-karakter og þú ert með töku, segjum að þú ætla að kýla mig, þú ert með töku og svo á ákveðin tímapunkt þá breytist ég í stafræn útgáfa sjálfa mig og flýgi gefnum veggin þú veist. Já. Þannig að hvernig þau notuðu það, bæði með umhverfin og líka með kannski aðalega leikarana, var svolítið uník, sko. Og svo líka bara magnið af brellum sem þau sett inn í þess ámynd, skilu, þetta var algjörlega mindblowing þegar maður sá þetta, sko. En þá verður að spyrja, því hún tala Matrix, að því fyrsta kemur 99, svo kom framhaldsmyndin 2003. Já. Mér finnst fyrsta persónulega, mér finnst hún eldast rosalega vel. Já, ég er sammála. Þú ert sammála því? Já. Hvernig finnst þið 2 og 3 eldast? Þá er ég að tala bara lúkið og brellunur og svona. Já, sko, ekki vel, sko. Af hverju ekki? Að því að þetta er orðið að mestuleiti CG. Og þegar ég segi CG, þá á ég við þrívíta. Það sem brellur kalla þrívít er það sem venjulegt fólk oftast kalla CG ef það er að tala um að það finnst CG leiðilegt eitthvað svona. Það er sem sagt þrívita, það þýðir að þetta er gert að mestu leiti úr að grunni í tölvu, þetta er lýst og svo framvegis. Og það sem er með CG, það er að alveg saman hversu góð við verðum í það, að ef við erum ekki meðvitað það sem visual effects supervisor, kannski aðalega visual effects supervisor, ef við erum ekki meðvitað það, þá verður það ekki í final útgáfan. Þannig að þú veist, við erum til dæmis ekki búin að vera meðvitað að húðin undir augun
getur breyst lit sko fleiri þúsund sinnum á klukkutíma og dregst saman og þú veist, alls konar í gangi sem í raun varla hægt að sjá á myndavél, en samt sem áður þá einhver lifandi í gangi, það einhver organic hreyfing í gangi sem við myndum aldrei geta sett puttan almennilega á þegar við erum að horfa á bíómyndin, en þegar það farið, þá pikum við upp á það strax, skilur. Og þetta alveg pet peeve hjá mér. Bara ég vil ekki CG humans, bara allt lagi sem digidoubles í einhverju víðum skotum, stuntatriðum og eitthvað svona fínt. En þetta með því að vera með Benjamin Button sem ég reynda þekki stelpan sem var að kompa það að mestu leyti og hvað var það hershöðingin í Star Wars núna síðast og líka Leia og allt þetta. Þú ert ekki hrifinn af þessu? Nei, ég þoli þetta ekki. Og almennt séð þá þoli ég ekki, og mér finnst sko, þú dettur niður í stig hjá mér sem brellustjóri eða sem visual effects supervisor þegar þetta orðið full CG. Þannig að þegar senan hoppar yfir í að þetta bara allt sama þrývitt, það mjög erfitt að gera þetta, mjög tímafrekt, mjög dýrt og virkilega mikil kunst og hæfileika sem þarf til að láta það ganga upp. En oftar en ekki gengur eiginlega ekki alveg upp og þú ert með allt núna í þínu kontról. Og eins og fyrir mig nauðsynlegt element í kvikmyndagerð að vera ekki með full control. Og hvað gerur þá? Og þegar það alveg búin að ryksuga það út og gera þetta alveg sterilt í Maya eins og aðal CG forritið heitir, að þá þetta bara, þá þetta orðið voða mikið tölvuleikur, en þá þetta líka bara þú og það sem býr í þér og það sem þú dettur í hug og það sem þú getur. Þannig að ef að þú ert ekki með alveg nógu mikið ímyndaafl, eins og allir í gefnum kvikmyndasöguna sem hafa notað þetta sýnist, fyrir að setna þá sjáum við að þetta ekki nógu gott. Líka venjulegt fólk sér alveg að Dænita sér alveg að 10 ára gömul CG-mynd ekki alveg nógu góð brellur, skilu, að fyrir að síðan þá pikkum við upp að við auga okkar myndræn skilning þroskast og við munum sjá það setna mér. Þegar einhver alvöru og sérstaklega ef það fyrir framan kamera, að þá ert að fá alls konar sem þú ert ekkert meðvitaður sjálfu, skilu. Þú gerir ekki grein fyrir að þegar ég ætla að fara að berja þá slæja aðeins í púðan hérna og kemur smá rík það breytist aðeins litunum kringum hendina á með eitthvað svona. Þetta tapast rosalega oft þegar þetta full CG, skilu. En hversu algengt að fólk í þínu bransa hugsa svona? Mjög algengt í tvíviðadeildin og mikil afneitun í þríviðadeildin, það bara þannig. Þetta svolítið svona standandi slagsmál, sko. En svo náttúrulega líka, sko, þú ert alltaf að taka miklu meira áhætta í að reyna að skjóta mjög flóknar hluti, skilu. Sem ég hef þurft að gera bara upp á peningaskort með íslenska bíómyndir og eitthvað svona, það ekkert í boði að vera með 4 menn í 3 mánuði að smíða eitthvað og lýsa það og animera það eitthvað svona. Það verður bara að reyna, við fáum þá bara leikmyndahönnun til að smíða þetta og svo skjótum við þetta á 2 dögum og þú eyðir 2 vikur í að reyna að pússa þetta, gera þetta almennilegt í komp, sko. Það peningarlega séð, bara kostnað. Það sem ég hef svona heyrt og lesið og maður lesið viðtölu við svona visual effects fyrirtæki eða eitthvað. Það hljómar, eða framleiðendur, það hljómar svo alveg svakalega dýrt, ég ætla bara að taka dæmi, Transformers. Af því að vélmennin eru tölvugerð, þau eru ekki til, þó þeir hafa reyndar kannski einhverjum skotum kannski búið til partafinni, einhverju vélmenni eitthvað svoleiðis. En eins og framleiðendur sagði bara að því að margir kvörtu undan bara, við erum ekki að hafa fólk í þessar mynd, við erum bara að hafa vélmennin. Hann sagði að það kostar bara svo ógeðslega mikið að tölvugerð þetta. Er það miklu dýrara heldur en að gera þess að Spielberg gerir Jurassic Park? Smíða risaeðlur? Sko, já, Transformers miklu dýrara en Jurassic Park. Ég meina, Jurassic Park, já, sko, það bara eitt með, til dæmis með, með Transformers sem að þau eru voða shiny og shiny vandamál, það þýðir að speglar allt rast sem þýðir að þú veist að þá þarf að smíða heilt umhverju til að láta
transformin líta vel út og ef þú smíðar ekki umhverfi þá þarfst að hafa stórt visual effects crew að captura umhverfi þannig að það hægt að nota það á hann, skilu. Það í tölvu þá? Í tölvu, já. Eða þú veist, segjum að við ætlum að skjóta Transformers á Laugaveginn, þá og hann allur shiny, þá þurfum við Laugaveginn að speglast í hann. Þannig að þá þurfum við annarkvort að skjóta Laugaveginn, þannig að við getum notað sem speglun á honum. Þannig að það aukataka þannig, ekki bara aukataka, það fullt af aukatökum. Og við værum ekki bara með aukatökum, við værum að þrívíta skanna alla Laugaveginn, þannig að við getum náð allt sem á að sjást í hann, skilu. Þannig að þá oftan ekki náttúrulega bara að fara, ok, við gerum bara Laugaveginn þrívíta, þetta verður bara þrívíta skot, skilu, þannig og svo sittum við kannski, hvað heita hann aðleikarinn í Shia LaBeouf. Já, Shia LaBeouf, green screen tökum við inn eða einhvað svoleiðis eða við skjótum hann á Laugaveginn með green screen fyrir aftan þannig að hann í umhverfið og fær flott lýsing og eitthvað svona en við höfum samt eftir að setja hann inn á þrívíta umhverfið í staðinn og svo framvegis. Þannig að meðan að risaðalan matt í eðlunu sínu og þar ertu ekki að díla við öll þessi spegluna. Ég hef ekki pælt í þessu þannig. Nei, en hins vegar risaðalan organic lifandi fyrirbæri sem þú þarft náttúrulega svakalega svona mikro-hreyfingar í húð kannski ef það close-up og augun þurfa að vera samfærandi og bara öll hreyfing þarf að vera samfærandi meðan velmenn kannski aðeins auðveldari að animera, skilja. Já, ég skilji, þetta mjög góð punktur. Eins og með Transformers, ég nokkuð sem það, Michael Bay leiksturinn hafi allavega, þú getur að leiðrætt með auðvitað eitthvað ránt hjá mér, að hann hafi tekið rosa mikið upp umhverfin, hann var á setti, það virkaði ekki allt fake. Nei, ég held að sérstaklega, þú veist, síðustu myndinar, ég reynda hef ekki hort, ég hef hort á hinn og þessi skot og ég alltaf með fyrstu myndina bara. Já, ok, en ég horfði á þann að það sem þau basically að rústa háhísin þannig að ég man ekki, það ekki númer 3 eða 4 eða öllum myndum eða öllum myndum nákvæmlega en það var bara svo sjúklega vel kompað og að ég þurfti að horfa á það atriði sko. Já, en var það bara svakalega gert? Það var hrikalega og það var ægilegum náttúrulega og að því svona dót, þú veist, þetta þú veist, svona dót hef ég aldrei séð það sem ég hef bara sagt að þetta bara taka, skilur við. Og þarna var sum skotin bara, þetta bara taka, skilur við. Þetta bara alveg ómögulegt fyrir mig með að sjá að þetta væri ekki taka, sko. Allt bara steinláð þannig. Þannig að ég hafði gaman að horfa því en ég hef aldrei hort á myndin og ég bara satt að segja að struggla að horfa á svona myndi, sko. Ég búin að vinna til dæmis vann ég fyrir mörgum árum síðan í Clash of the Titans og ég tvisvar búin að reyna án áranga að horfa á hana bara, ég hef séð mína vinnu og bara þá hoppa ég út sko. Ég ekki mikið í þessu saumamyndi samt elska ég eins og til dæmis Matrix og Lord of the Rings og eitthvað svona. Ég ætlaði með að segja mig Lord of the Rings sko. Tölum við það? Já, það var líka algjört breakthrough og það var skalinn, episki skalinn og það voru 2 hlutir sem voru svona kynnt fyrir heiminn það var crowd simulation, það fólk var alveg búin að gera áður einhver svona, en aldrei í þennan skala og aldrei með svona mikið fókus, aldrei á svona stóru sviðum á að segja, Þú erum að tala þegar okkar sem her, tölur ekki bara 10.000 manns. Já, eins og opnarskoti í fyrsta myndin þegar Sauron að berjast við, þú veist, þá erum við alveg víð flyover, og sér bara 20.000 orkar og manniskur að berja og þó að menn eru síðan búin að leika sig að því að finna einhverju gaurar sem eru bara að hlaupa í hring og einhver svona því að þetta svolítið eins og glitch í tölvuleikstundum sko að það overall þá bara var þetta alveg stórkostlegt sko og sú mynd var náttúrulega rosalega mikil miniature vinna og hún bara holds up og ég missa þar sko að þó að ég sér eins og margar svona 60s mynd og einhver svona, þó að ég sér að þetta sé miniature að kannski einhver aðeins off í scaleið eða frame rate eða einhver svona
að þá samt það bara að horfa á það miklu áhugaverða heldur en að horfa á þetta CGI, því þetta organic, það eru einhverju svona Þetta áþreifanlegt. Já, það kemur eitthvað óvart, það kemur skvett á linsuna og einhvað, skilur, þú veist, sem gerist ekki í hinu, skilur. Og fyrir mig það bara, þetta eiginlega skilgreiningin fyrir mig að kvikmyndagerð að þetta ekki stjórn, að við þurfum að hafa þetta element, við þurfum að hafa Þetta óvænta Já, við þurfum að hafa lífið að svolítið að ruddast með okkur og við þurfum að kópa við það, við þurfum að fara upp í einhverja hlíð hérna og við erum búin að skoða veðurspán og við erum með plan fyrir hvernig við að gera það og svo stendst það ekki og þá þurfum við að gera einhvað annað og í staðinn kemur betri skot út við því, staðinn fyrir nálgast ég brelluna allt annan hátt sem hefði aldrei dottið í hug og núna þetta bara orðið uppáhaldsleiðin mín að leysa þessa hluti á núna, þannig að Þú ert hrifin á óvissu þættinum. Algjörlega, þú veist, og það sem supervisor það minn styrkleiki, skilja, að því flestu supervisor, þau eru margir á einhver staðar á einhverja róanu, skilja, kannski á svona vægari og ég tel alveg sjálfa með það, sko, en ég veit ekki hvað það en ég hef ágætis taugar til að svona wing it, sko, að svona að vera í situasjónin og díla við hana eins og hún bara mæti mér og hérna og ég hef í raun eða þú veist, það gengur rosalega vel upp, þá bara það ekki, það bara, þú veist, það bara giftingadagminn og fæðingabörna mína sem svona sambæli hérna gleðustund, sko. Þannig að þetta kannski líka einhver svona spennu fíkil kannski í mig, en samt það líka bara að hérna að því brellu oft brellu svolítið einangra á setti, sko. En ég hef alltaf unnið mjög mikið með hinna deildina og nálgast það þannig og þegar þessar deildir smetla saman og við látum þetta allt ganga þá bæði þetta ógeðslega skemmtilegt og þetta lúkkar alltaf. Þá gerast töfranir. Já, þá gerast töfranir, nákvæmlega. En mér langar að halda að tala Lord of the Rings, að því ég man alltaf þegar það komu, þetta var svaka afrek, gera þessar 3 myndir. Núland Cinema setti þessu bara í hættu þegar það getur verið gjaldþrota ef þessar myndir eru klikkað. En Veta, var þetta ekki aðalega svona special effects fyrirtæki sem varð meira visual effects fyrirtæki? Jú, ég ekki á authority á þessum hlutum, en ég myndi eiginlega segja, sko, Veta á mjög sambæl Genesis saga og ILM í raun, nema þau voru þarna til staða, voru meiri practic oriented, ég veit ekki hversu mikið model-dót þau voru með, en ég veit að eitt fyrirtæki þarna, hvað hétu þau hétu það fara á hausi því með daginn í dag. Var það Nýsjölands líka? Nei, það var enst, en þau eiginlega fluttu starfsemina til Nýja-Sjáland þegar þau voru í þessa seríu, sko. Já, fyrir Lord of the Rings? Já, fyrir Lord of the Rings, já. Hvað er það? Ég man það ekki. Skipti ekki það? Nei, en allavega, Veta á mjög sambæli, þú veist, þetta kemur allt með hana risasamning sem Peter Jackson lendur hana og Peter Jackson náttúrulega líkil stofnandi af nýja Veta, eða svo má kalla og hérna eins og Lucas með ILM já, nákvæmlega eins og með Lucas með Star Wars og eins og Ridley Scott stofnaði Mill og Mill Film, þú veist, Mill Film unnu sem Mill mjög frægt brellufyrirtæki í auglýsingageran. Þau eru búin að vera inn og út úr hérna brellur, en þau unnu fyrir Gladiator með Ridley Scott til dæmis, þannig að þetta getur verið mjög successful hérna blanda að vera með svona virkilega heavy leikstjóri, en það getur líka orðið vandamál setna meir, en allavega Veta hafði náttúrulega sambærilega hérna grunn uppbygging eins og ég myndi segja Lucas og Star Wars myndina og ILM, sko. Svo eru þeir mjög stórir? Þau eru ennþá daginn í dag eitt stærsta fyrirtæki í dag. Ég myndi segja, sko, fyrir mig, þá rollin, það ILM í San Francisco. Ekki ILM í London, ILM í London frábært alltaf, en það bara eins og svo marga aðra. Er það bara svona útibú eða eitthvað svoleiðis? Já, þau eru með mörg útibú, en
þú veist, headquarters í San Francisco, kjarnin af legendary supervisorum eru þar, skilur Dennis Muren og hann ennþá í gangi? John Knoll, ég held reyndar að hann eitthvað lítið núorðið, en hann pottið samt ennþá með sitt input í þetta og John Knoll allavega ennþá í gangi og þeirra fullt af öðrum þannig Veta síðan, myndi ég örgulega segja, svona örgulega númer 2 í dag, sko, svona upp á að geta tekið stórt skóp og gert það alveg upp á 10, sko. Þekkjur að Veta, eins og þú talar ILM með svona mörg útibú eða alls konar staði, Veta þannig líka, veistu það? Ekki sem ég veit til og ILM frekar nýbyrjað á það var lengst bara í San Francisco, sko, en núna náttúrulega bara umhverfi orðið þannig að fjárhagslega þá menn ekki Kaliforníu ekkert frábært umhverfi fjárhagslega fyrir bíóframleiðslu þannig að núna Georgi orðið mest busy bíóstað í heiminn Já, þeir taka það svo mikið upp í Atlanta nákvæmlega og kringum Atlanta og og á undan því var og ennþá en á undan því var það Vancouver og Kanada var rosalega busy með Hollywood-verkefnum, skilu. London brelluhöfuðborg heimsins, það stærsta brelluborg í heiminn og það Soho þú veist, í Soho í London þá þú veist, alltaf 3,000 til 6,000 brellufólk að vinna. Bara allt árið, skilu. Þannig að og í alls konar verkefni. Þegar þú fer á pubcrawl í Soho þá ertu að fara að hitta fullt af brellufólk, sko. Þannig að áhugavert. Já, eins og ég geri þegar ég í bæinn, sko. Og ég náttúrulega, eins og mann hefur oftast farið þar í frílansverkefnum, sko, þegar mann hefur farið ég hef reynda verið mikið í Svíþjóð líka, sko, en oftast hefur verið í London fyrir utan Svíþjóð. En já, ILM síðan seinni tíð fann að gera einhverju útibú, ég veit London, ég held þau eru með nokkur í viðbót og það snýst aðalega bara þú veist að kannski hvað maður að segja það sem þú þarft ekki rollan í að fá það eins á ódýra kjörum. England með ákveði refund scheme líka varðandi bíómyndu framleiðslu og svoleiðis. Þetta lykilatriði í öllu bíó skipulegning í dag svona stóra myndir að þau munu skjóta á svæði það sem endurgreiðsla eins og Ísland. Eitthvað svona skatta dæmi eitthvað. Þau fá einhvað kostnaðin tilbaka oft það virðisaukan sumstaðar einhverja sérstakar reglur eins og Kanada þá ef þú bæði tekur upp og með endurvinnslu þá í sumum borgum færðu alveg sko upp í 40% eitthvað endurgreiðslu. Það getur farið svo hátt. Já. Við erum frekar lágur á Íslandi, sko. Hvað þetta ekki 25% eða eitthvað? 25% hér, já. Við ættum að vera að færa okkur aðeins upp bara til að viðhalda, að við erum með gott flæðaverkefnum en framleiðenda eru alltaf að skoða þessi, þú veist, þau eru alltaf að reyna að fá betri dýll út úr hlutunum, þannig að eðlilega, bara að fá mestur í peningi. Já, það þýðir að þau geta kannski gert eitt dýrskot í viðbútt eða whatever, sko. Það er ekki endilega bara menn sitta og reykja vindla og kveika í með 1000 kallana, sko. Þetta bara hluta verkefni að láta að ganga upp fjárhagslega. Kostar svo mikla peninga með þér. Já. En þá vil ég að spyrja, því að Veta gerir síðan Avatar. Já. Hún kemur úr 2009. Já. Hvernig fannst þið sú mynd? Bara upp á gæðin eða bara á visual effects? Mér fannst hún geðveik, sko. Og ég var frekar svona neikvæð að gagvart stereobildingin eða það sem margir kalla þrívit, sko, glerun og allt það, sko. Fannst þetta algjör gimmick og það bjóti alveg, það bjóti jafnmarga ef ekki fleiri takmörk heldur en það komi nýja hluti inn í það, skilu, þú gast ekki kliftmyndir á sama hátt, þú gast ekki myndamyndir, þú gast ekki hreift kameran á sama hátt og svo fram. Þetta 100 ára gamla kvikmyndatungumál sem við erum búin að þróa, það var allt í einu í uppnámi út af einhverju svona, skilu. En þegar ég sá Avatar, þá var ég blown away, skilu, bara CG-ið var alveg svakalegt, alveg ótrúlegt og þrívítin var svo besta sá ásáttum. Sko, Mad Max var líka virkilega góð þríviti í hana þegar ég sá, allavega hún hefnaðist vel, ég satt á rétta stað í bíó og eitthvað svona, það virkaði virkilega vel fyrir mig.
en oftan ekki þá ertu með smá ghosting og þú ert með smá strobing og alls konar svona Já, þannig í 3D. Já. Leið að ég finn fyrir það bara þú mátt henda þessa mynd fyrir mig sko. Ég bara En eins og bara tæknibrellunar í eins og Avatar. Já. Ég meina, var þetta ekki svolítið breakthrough mynd? Algjörlega. En sko, ég myndi segja, sko, það sem kannski mesta breakthrough er animation, eða motion capture, það var hellings, andlits motion capture. Já, í Avatar? Já, hversu vel þeim tókst að animera þessa verur. Og síðan stereóið, sko. Og það er kannski ekki svo mikið tæknibrellega, en mann fannst náttúrulega líka breakthrough eða flott hversu vel tókst til með hilda art directionið og bara hilda lúkið og hilda heiminn og allt það, sko. Þannig að, og gaman líka að sjá að þú ert með alveg, þetta er svo greinilega Cameron líka, þú veist, mann sér allt military dóti, alltaf, mann bara þekki Cameron strax, skilur. Þannig að mér fannst það frábært og mér fannst það líka fín saga og bara alls ekkert slæm mynd, sko. Hún mun aldrei endast vel og alls konar aðra mynd af því hún svo mikið full CG. Þannig að hægt og rólega munum við þroskast og vera með hærri kröfu gagvart CG heldur en það, sko. En eins og með hana, já, þú meina að hún ekki vældast eins vel á Godfather eða eitthvað? Ekki að ég vel og 2001 til dæmis, þó að ég sér alls konar að því að ég leifi 2001 bara situr á einhver stað það sem þetta ekki að rífa mig út myndina, núna sér ég að þetta blanda. Já, ég sér alveg að þetta ekki alvöru apar, þú veist, ég sér alveg að þetta menn í búningum, skilur, en það ekki tvo sem út söguna, skilur, en ég hef hort á Avatar bara all in og allt samfærandi og svo líður 10 ár og núna þetta ekki jafn samfærandi, þá það að skemma söguna fyrir mig, skilur. En eins og með hana, að því að hún frá 2009, já. Hefur þú séð hann eitthvað nýlega eða? Nei, reyndar ekki. Að ég var að pæla hvort þér finnst hún eldast þokkalega miðað við þetta svo mikið tölum? Ég myndi halda, sko, ég man bara til dæmis, ég man skot þegar þessi ljón, úlfa, whatever, þegar hann stekkur yfir þegar hann beigir sig niður og stekkur yfir það skot, skilur, ég vissum að ég myndi liggja yfir það, þá ég ennþá bara, þetta geðvig skot, skilur, þetta geðvig þrývitt, skilur, því að það var, ég lá yfir það við fyrsta tækifæri og það svo mikið af fullkomnum dítilum í það, skilur, ég vissum að þetta stendst að mestu leyti ennþá, það sem gruna myndi kannski bögga með smá núna væri kannski animation. Það oftast í verunum í rauninni. Já, einmitt. Í leiknu, dialógatriðum og svo framvegis og einhvað viftandi skott eða ég bara, allan þar þessi. Animaten þurfti endilega að fá smá aðtekli þarna, skilu, eða einhvað, skilu. Þannig að gæti vera hún kannski eldist ekki eins vel og Nei, ég náttúrulega, það ekkert að miða náttúrulega heldur við, þú veist, mann náttúrulega alltaf með þessi greinandu Já, þú það vindur í Já, þannig að ég myndi aldrei segja sem mynd að það ætti að bögga fólk almennt, sko, en ég held að Avatar núna þegar þess að nýja koma, þá munum við strax sjá, skilu, þessi generational mun, skilu, örglega. Ertu spenntur að sjá þær? Já, mér finnst Cameron alltaf áhugaverð að einhver leiti, þó að, þú veist, mér finnst einmitt, hann alltaf smá áhugaverð tæknilega, sko, sem hvað hann gerir með visual effects, því að hann líka mjög glaður að nota mikið in-camera stuff, skilu, þó að Avatar nú kannski ekki líklegast að þar, og hann hefur tekist til sögulega bara rosalega vel, finnst mér, sko, þannig að Við sést með framhaldsmyndir. Já, nákvæmlega, og hann ekki að flækja þetta allt of mikið, sko, hann ekki kannski alveg Michael Bay þar sem allt bara toppa sig, skilu, heldur, það smá saga, en svo þetta líka bara popcorn, skilu, þetta á bara að vera rætt, skilu, bara sestu og slappa af og Það einminn sem okkar nefna þig, sem Cameron gerir, sem vakti aðtekli sínum tíma og mikið fyrir með svona visual effects og hvað hann var að gera og það er Terminator 2. Já. Að því ég las eitthvað sem viðtal við Cameron eitthvað og það var nokkrar hugmyndir í Terminator 2. Ég held að T-1000 það hefur einmitt hugmynd sem hann vildi gera áður, en það var bara ekki hægt. Nei. Svo talar hann heldur við Dennis Muren á sínum tíma, heldur hann að tala við hann. Já.
bara mér langar að gera svona, þetta liquid morðingi sem breytist í eitthvað svona fljótandi málm og eitthvað í velmenni, þú veist, getum við gert þetta? Og hann hugsar þetta eitthvað, sefur á þessu eitthvað, bara já, við ætlum að kýla það. Eins og sú mynd, ég býstu að þú hefur séð hana. Já. Hvernig finnst þér sú mynd og tæknibrellurnar og allt þetta? Þetta er góð mynd, skemmtileg mynd að horfa á, bara sem mynd og tæknibrellurnar voru alveg brautriðandi á þessum tíma og einmitt, ég hef einmitt hitt eitt sem var animator af T-1000 sem kallast Spas, Jeff Spas og var að vinna einmitt í Game of Thrones með Stephen Fangmeier sem var einn af þeim sem þróaði áferðin, krómáferðin á þessu, shaderinn eins og það heitir. Nei. Jú, þannig að Og hefur eitthvað talað við það það? Ég reyndi að tala ekki við hann það, en ég talaði við hann alls konar aðra hluti og hann mjög, alveg frábær, mjög skemmtilegur, þýskur, búinn að búa í Kaliforníu síðan bara early 80s og var líka á Jurassic Park og alls konar svona, þannig að það var gaman að hitta hann, en nei, ég myndi segja að hún alveg lykilmynd í brellu líka, myndi ég segja og Er það af því að þið náðu að blanda einhvern veginn þessum... Þetta fyrsta skiptum sem man sér svona, þú veist, þetta í raun tækni sem heitir ray tracing, sem að spegla þetta, bæði þetta sérstaklega með að sjá hvernig það morfar inn af mannin, sko, og svo að spegla þetta umhverfi, skilu, að það í raun fyrsta skipti sem man sér eitthvað svoleið, skilu, þannig að þetta svona hlutu sem man kannski vissi að það væri tól sem gæti gert einhvað svona í áttina, en svo sér man að svona, þau taka þetta, þú veist, bara all the way og sér að þetta þú getur nota þetta í svona front and center, skilu, sem hero-fígúra, skilu, sem ég held nú að fæsti, var búin að ímynda sig að mann geti lifsið það, en þau gerðu það og þar held ég með, þau notuðu Softimas í það held ég, þetta forrið sem ég langaði að læra á í Kaupmannahöfn, sko. Manstu þú sást hana? Þú veist, fórst hann í bíó eða manstu eitthvað þú sást Terminator 2 fyrst skipti? Nei, ég fór á hana bíó. Ég bara pæla, þú veist, var upplifðis... Hvenær kom hún út? 91? Já, það hefur verið í Kaupmann, já. Nei, ég get ekki sagt, þá var ég náttúrulega ekki byrjað að hugsa neitt sérstaklega í brellu, sko. Nei. En auðvitað, mér fannst það geðveikt, sko. Ég var samt tölvunörd og fannst geðveikt að sjá þetta, sko. En ég, nei, ég man mjög illa eftir hana, sko. Ég man frekar eftir fyrsta, sko. Þá var ég alltaf ungur að horfa á hana. Eftir fyrstu Terminator? Já, á spólu, sko. Ég man eftir því, sko. Ég man eftir að ég held ég var 8 ára að liggja undir sófan og meðan að mamma og pappi horfði á Alien. Já, það varst að stelast. Já, þau vissi ekki að ég væri undir sófan, sko. Ég var náttúrulega með martröð í marga mánuði eftir það. Já, full ungur fyrir svona. Já, þokkalega. En hvaða mynd hefur þú séð, kannski í bíó? Þar sem þú verið mest svona blown away, bara, vá. Þá er ég kannski aðalega að tala tæknibrellur. Já, sko, þetta nefnilega tvennt, sko. Ég get alveg fljótt ágreitt bara myndir mest blown away ever Reservoir Dogs. Já, bara sem bíómynd. Já, sem bíómynd. Það er bara blown away. Það bara, hún og ennþá svona way up there fyrir mig. En tæknibrellur mest að svona... Svo eftir þú náttúrulega byrjar að fikta þetta sjálfur og læri þetta og svona? Já, ég myndi segja, sko, mest, ég myndi segja Matrix hefur verið sá sem svona... Já, fyrsta Matrix. Já, fyrsta Matrix sem svona... Því ég vissi alveg að þetta væri einhvað, ég var búin að sjá trailern, sko, ég vissi alveg að ég var að fara að sjá einhvað... Eitthvað cool. Já, einhvað mjög cool, einhvað nýtt, einhvað svona, en svo bara fór hún svo langt umfram væntingum og það var svo mikið, sko, quantityð var líka svo rosalegt, sko. Er þetta þannig bara fjöldi að brellum skotum, sko, því að þenn tíma var mann kannski erkitt, mér minnið mitt Phantom Menace, einhver tíman sá ég að hún var einhvað 350 skot, skilu, einhvað svoleiðis, brellu skot, sko. Og þú veist, þegar ég að gera íslenska bíómynd núna, einhver artifarti sem að fara á hátíðum og enginn sér brelluna, þá
þá það kannski alveg 350 skot eða geta alveg farið í 500 eða þá kannski einhvað mikið sem þarf að gera, skilur. En það ekki orðið neitt rosalegt atriði fyrir mig lengur, skilur. Hvað kallast brelluskot? Það bara allt? Það líka þú setur í bakgrunn? Eða? Já, ef þú þarft að involvera mína deild, þá það brelluskot, skilur. Ef að segjum að þú mætir í tök og maður kom með risa bólu í ennuna eða eitthvað, þú ætti að vera leading man og romantískur og eitthvað svona, þá málum við sá bólu út og þá þetta orðið brelluskot. Það alveg gert? Já, ég hef alveg heilan helling að því. Það eru heilu fyrirtækin sem vinna, sem svona beauty brellur, já. Það alveg, jú. Ef maður með augundur augum eða eitthvað? Já, frægast náttúrulega þegar menn eru að yngja alveg upp 20, þú veist, eins og náttúrulega frægt með Irisman og eitthvað svona, sem ég vill ekki horfa á, að því ég veit ég mun hata brellunar og ég elska Scorsese og mér langa ekki að láta skemma fyrir mig, að því Scorsese svo forvitin og opinn fyrir brellur, en hann líka gert svo hræðilega brellumistök í gegnum tíðina. Hvað dettur í hugið þú hugsað það? Sem mistökin? Já, eitthvað sem sagði hann. Það bara svona ég get sagt hvað fór vel, eins og Wolf of Wall Street, fullt af brelluskotum þar, og þau fóru mjög vel. Ég held að fólk gerir sig ekki grein fyrir hvað mikið aðeim. Nei. Aviator fór svona ágætlega bæðu og að mestuleiti myndi segja ágætlega. Hvað fór illa? Ég man ekki alveg nákvæmlega. Og það kannski Hugo myndir hans. Já, Hugo fannst mér reynda, já. Það fannst mér svona hann sem aðdáandi að draga okkur í gegn hans aðdáandi, bæða brellugeiran og kannski einhver svona kvikmyndasögulegt og einhver svona. Þú veist ekki eins hrifin? Nei, ég fannst bara leiðileg mynd og leiðileg brelluskot líka, allt þetta fly through og einhver, mér finnst það ekki skemmtilegt, sko. Mér finnst eins og Nolan frábær brellu leikstjóri, að því að hann frækt náttúrulega hann hata CG einhver svona, sem smá svona menn segja að þetta allt eins og Mad Max, þá var allir þetta allt practical bara. Nei, þetta bara svo langt frá því að vera allt practical, það tonnabrellum, en það var hins vegar helling að practical í tökuna. Það eru smíðuðu bílana. Já, ólíkt marga aðra mynda og það gerir með þetta var svona geggja, sko, að þú hafði svona mikið practical í forgrunnin og svo erum við að fylla upp með stafrænt í bakgrunnin. En ég sem aðdáandi og áhorfandi, ég hef ekki læriður eitthvað brellusmiður, en ég get ekki greint þetta eins og þú. Nei. En ég vil frekar hafa þetta eins og Mad Max, heldur en, nú er bara taka dæmist Avatar eða eitthvað, þá er fíla Avatar. Ég vil frekar það, eins og með sérstaklega bíla og bílaeltingileg. Ég vil sjá bíla, klessa á bíla eða velta. Algjörlega, ég alveg 100% samlega. Ég meina að segja að þú sért leikstjórn núna, að þú ert með bílaatrið og bara, þú veist, öll yfirvöld hérna að segja, nei, þú mátt ekki gera það, við ætlum ekki að loka götunum fyrir að þetta óhættulegt, þú mátt ekki gera. Þú ert basically bara í vandræðum með þetta, þá kemur til mín og tala við mig brelluna. Og þá myndi ég, eins og til dæmis Paul Franklin sem vinnum mikið með Nolan gerir og margi góði brellustjórar gera, þá myndi ég segja, ok, ef við varum að gera, þá værum við örugglega upp í þetta hús, náum eitt toppvinkil þar, setjum bara 3 fót þar, víða linsu, náum overview coverage þar, svo erum við með eina langa, kannski handheld hérna til að fá smá action sem stendur bara á rauðarljósi hérna þegar þau klessa saman á ljósunum. Og svona witness-kamera bara alveg onni þetta og einhver svona og þó að við erum að fara að gera þetta allt þrývið, þá vill ég að við stillum senunum svona upp, skilja. Ég vill ekki fá þetta fljúandi kamera, skýst upp í game og aftur niður og inn í gefnum rúðuna og upp í gefnum nefið á honum og tilbaka, skilja. Þá erum við basically bara að auðlýsa, hei, þetta fake, ekki trúa þetta, ekki, þú veist, ekki samfarast að þetta skot, skilja. Þú ert að tala að stilla kameranum upp, bara að segja, alvöru. Já, þú ætlaði skjóta þetta alvöru, þannig að hvernig hefði það verið gert? Þá hefðum við verið með 3 fót upp í þessu, hérna upp á 5. hæð að horfa overview á þú veist, 21 mm linsu. Við værum með 1 handheld á 50 mm linsu hérna með kannski manneskja í forgrunn, þannig að það svona
intensity og realness kringum hvað bílslýsi og eitthvað svona, skilu. Svo erum við með, sem til dæmis ég veit að þú elskar Tarantino, skilu, Elskar Tarantino. Já, og sem ég ger líka, skilu, og þú veist, það þarf einu sinni ekki að fara út í bílslys, bara að keyra bíl. Það getur flækst alveg ótrúlega að skjóta flott bílatrið. Og sem dæmi þá gef ég með Once Upon a Time in Hollywood. Já. Það er bara atrið þegar Brad Pitt að keyra heim til sín, skilja. Já, kameran bara með kamera fixt aftan á bílinn. Það heldur sér alveg kjört aftan á, svo ertu með fixt á hliðina, svo lætur bara einhver vera geðvig cool í mynd, ert með cool bíl, keyra gegnum cool shit. Þá verður þetta cool, skilja. Það þarf ekki að vera út allt og klippa 7000 sinnum og einhvern leiðu fólki að sjá vinnuna þína, leiðu fólki að sjá þennan stór glæsilega mann sem Brad Pitt og svo framvegis, skilja. En þá virkar þetta snýst svolítið að hafa smá trúa söguna sína í raun, þú veist, að því ef það að keyra í gefnum ljósum að lenda í árekstur það náttúrulega ekki djók fyrir þá sem lenda í það. Þá spurningin bara hvernig tekum við fólk þar? Hvernig látum við þeim upplifa það? Þú veist, hvernig látum við þeim upplifa bara fyrirbæri að klessa, þú veist, head to head ákvarðara á 80 km hraða eitthvað. Þurfum ekki að gera annað. Þú veist, ég þarf ekki að búa til röntgenmynd af bílunum og við sjáum í gefnum bílunum og einhvað, við sjáum super slow-mo eða eitthvað svona. Við þurfum bara að leyfa þeim að upplifa fyrirbæri eins og það alveg eins og í slagsmál. Slagsmál eru hádramatísk fyrirbæri. Við þurfum ekki að þú veist, í raun að við þurfum bara að vera vitni, skilu, og þannig klikka rosalega margir á brellur að því að geta gert allt, að þá fara að gera allt, í staðan fyrir bara að hugsa aðeins innihaldi, hvað innihaldi og hvernig viljum við koma fólk í situasjónum, hvernig viljum við mössa þeim í það sem að gerast og það náttúrulega eins og Nolan alveg frægur fyrir að gera brellur rosalega vel og Dark Knight dæmi, skilu, það sem þú veist að þú ert með allt sem þú getur skotið, það skotið og svo ertu bara að bæta upp í með flotta þrývita, þú veist, renderinga, þú veist, hvað sem það bílar eða einhvað sprengjast í bakgrunn eða eitthvað svona, skilu, en þú ert bara einbyttað á basic filmmaking kraft eiginlega. Því hann gerði helling eins og með trailer eða eitthvað sem að flippast þarna. Ég held að hann hafi gert það, sko. Það var real, já. Og það ekki, þú veist, ef þú gerir þetta í CG, who cares? Þetta ekki, skil. Það sem við þetta að bæði skotið þannig að það mun endast alltaf. Þetta real, það alls konar in the air sem CG supervisor og VFX supervisor ekki meðvitað Þannig að þetta mun halda áfram að vera real. Og það sem stöffi í þetta að vera með balls til að flippa trökk, skilja, og gera. Og það náttúrulega það sem að fyrir að skilja því meiri sem ég í tökku, skilja, því meiri skilji eins og Tom Cruise og Michael Bay og eitthvað svona, að þeim eiginlega örgulega slett saman hvernig myndin enda, fyrir þau með það bara gerum eitthvað crazy stuff, skilja, og tökum það upp, skilja, og það svolítið leikilinn í þetta, skilja, finnst mér, og þá til að bring it back á þínu bílslýsi og þú leikstjórinn, að þá það líka bara, ok, gerum eitthvað crazy bílslýs, fyrst ákveðum hvernig það ok, það eru 4 bílar sem koma saman á sama tíma, þetta getur verið eitthvað svona Tarantino, Death Proof, eitthvað, sem algjör crazy, það crazy hugmynd bara, en þá mjög mikilvægt fyrir okkur einmitt að passa okkur að vera ekki of crazy með hvernig við verum vitni af því, skilu. Þannig mjög áhugavert. Já, þannig að þú veist, fyrirbærið crazy, þá þurfum við bara að stilla upp 3 fót og horfa á það, eins og við horfum á miljón YouTube-vídeó af alls konar alvöru stöff gera, skilu. Mér finnst líka einhvern veginn sem áhörundur maður sér oft bara eitthvað
eins og með bíla, ég meitt aðri í huga Já. að mynd sem kom út 2001 sem heitir Along Came a Spider, ég veit ekki Mhm. hvað þú sást hana Nei, ég hef ekki séð hana. með Morgan Já. Freeman. Ég með langar mikið að sjá hana. Þetta er bara thrillermynd. Já. Þetta er alls ekki eitthvað svona tæknibrellumynd, Nei. en það er í byrjumyndanina, það er bílslys. Og það er tölvugjart. Bílinn flippast eitthvað yfir og snýst í miljón hringi og fer fram að eitthvað svona stíplu. Og Tarantino mynd talaði um þetta atriði. Fyrir mig persónulega, því ég horfði á hana fyrir ekkert svo lengur síðan aftur þessa mynd. Já. Mér finnst þetta hræðilegt. Já. Bara mér finnst þetta hræðilegt. Ég er frekar vel að fá alvöru bíl Einmitt. sem að krassar, þó það sé ekki innan gæsalappa eins flott eða eins stórt. Nákvæmlega. Þetta er stílbrot. Þetta er brot á þú veist, þú ert að brjóta í raun fossenduna í handrit. Fossenduna í handrit er að við erum real hérna eða við erum action eða hvað sem er. Í þessu tilviki kannski að við erum real og við ætlum að vera samferðandi og við ætlum að draga þeir inn í söguna. Ekki þá að fara út í einhvað svona hyper-real. En hver er það hugsunin? Hvað er ekki? Þetta er fyrir mig er þetta kannski, ég gæti trúa, ég veit ekki, en ég gæti trúa að þetta er leikstjóri sem er að leita bara svolítið að ráðum með þessa hluti og fær þessi ráð og VFX supervisor sem er bara mjög mikið þessu, flesta daga að gera einhverja high-end auglýsingar með action og að gera actionmyndir og einhver svona og þetta er bara hans nálgun á. Þetta er annað pep peeve fyrir mig að mér finnst að við þurfum að vera alveg miklir kvikmyndagerðar menn og deildastjóra eins og allir hinn. Ég skil ekki þessu hugsun sem margir íbrellu hafa að við séum eitthvað einangrað þegar kemur að kvikmyndaferðli. Við erum alveg eins og leikmyndahönnu. Þú veist, ef einhver ætlar að reyna að vinna kannvelunin, þá þurfa að vera með topp leikmyndahönnu. Það er ekkert öðruvísi. Þú ert ekki að fara að skjóta einhverja mynd með einhver lélegan leikmyndahönnu, skilu. Þú þarft að vera með frábæran tökumann, svo framvegis. Og þau þurfa að hafa einhver listræn sýn á hvað handrit er og hvað er leikstjórinn að reyna þú veist, hvað er hans narrativ, hvað er það sem hann vill skilja eftir hjá fólk og þau þurfa að vinna inn í það. Við þurfum að gera það sama sem brellu fólk. En segjum það, þú hefur visual effects supervisor á þessari mynd. Já. Eins og Along Came a Spider. Já. Og leikstjórn, gefum okkur það að leikstjórn hafi leitað til manna sem bara, hvað ég gera? Já. Hann er leitað til þín. Hefðið þú þá leiðbent honum og sagt bara, ég bara frekar að krassa bíl. Já, ég er margbúin að segja þetta. Ég segja þetta alltaf, skilu. Og þú veist, þetta kemur reglulega upp, skilu, og samtalið er alltaf, hvað getur leyft ykkur, tryggingafyrirtækin til í að gefa ykkur svona bíl og einhver svona, og svo kemur að því að útfæra þetta. Þá treysta menn sér ekki alveg í það því að þetta er náttúrulega tryggingalega erfitt, sko, og þetta er hættulegt. Hættulegt stönd og þarf að, hvað maður að segja, það þarf að bara alls konar svona praktíski hluti og þú ert að taka alvöru áhætta í þessu líka. Og þú veist, og þetta er alveg orðið slatta pening og auðvelda ákvörðunum fyrir framleiðandinn og leikstjóran líka, sem eru kannski óörgir anyway, er bara að segja, nei, gerum þetta bara, þú veist, þrývitt, þú gerir þetta bara þrývitt og eða við tökum upp ekki árekstur heldur við tökum upp sem er mjög mikið oft gert hérna og ég hef gert hérna og finnst alltaf súrt að því að það er ekki almennilega gert en ég skila, þú veist, það er líka kvikmynd að gera, líka bara maður verður kannski að sætta sig stundum við að komast ekki alla leið með hlutina, sko. Kompromæsa bara? Algjörlega. Og það er þá að bíll keyri, þú veist, og það vonda útgáfan er að þau negla niður bremsuna, því maður sér alltaf þegar bílinn bremsar, og það sem bílinn þarf að gera er að snarstoppa án bremsu, húta og ekki að fara niður, út að bremsunar eru á og svo framvegis, Þannig að það sem á að gera er að setja massífa keðju í bakakslinn eða eitthvað svona og hann bara keyra á endan á keðjuna eins og stoppa þannig. Þá færðu þau svolítið þannig effekt og svo á móti ertu með, þú veist, við gerðum þetta í kontraband þegar við vorum að vinna það, hérna Balta myndin, já. Þá var einmitt
pick-up sem keyrir inn í hliðan á hérna bíl sem bara kjur og þá ertu með pick-upin sem með keðju á axlinn og snar stoppar mig svo hoppar smá upp eftir á og hérna En það var ekta í rauninni. það var ekta sko það eitt legir þarna hann keyrir ekki inn í neitt, hann bara snar stoppa svona og svo var hinn legirinn var sem sagt að bíllinn sem sita hana þau eru kiftir svona tilbaka Já, svo frá högginu. Þannig að það var reaction inni hjá þeim og hvort það var sprungin rúðan líka það umleiðið eitthvað, ég man það ekki alveg og missa það sem var mjög vel útfært svona, þú veist það erfitt að selja þetta sko, það ekki auðvelt að það þurfti að hjálpa það alveg helling með kompið mitt til að Já, þess að gera þetta flott. Já, til að það svona alveg myndi standa sko, þannig að En mér finnst bara svo áhugavert því ég horf mikið á 90s myndir 90s myndir er mjög skemmtilegar og ég hef stundum sagt að mér finnst einhvern veginn á því tímabili, kannski 90-99 cirka, þessu áratugur að það eins og menn á þeim tíma að fólki sem var að gera myndinar hafi svolítið þurft að treysta á handrit og góða leikara að því að tæknibrelluna, tölubrelluna voru ekki alveg orðna það góður að bara treysta það í þeim myndum, ég myndi bara allar þessar 90s hasamyndir og eitthvað, það eitthvað bíl sem keyrir á eða skýst yfir annan bíl og eitthvað. Ég nokkuðst það að þeir hafa gert þetta bara, þetta var bara stönt og þú talar tryggingafélög, þá spyrir maður sig, hvað búið að breytast? Þetta var líka alveg stönt þá. Já, sko, breytast og það það sem ég að tala það ekki allt sem progress í heiminn, sko, það liður tíma og við regressum líka, sko, við förum líka aftur og bak. Þetta séur skrifa aftur og bak. Já, og það eins með módelin í Lord of the Rings og eitthvað svona. Núna menn ekki að nota lengur. Þetta var of dýrt, þetta var of riski líka, þú veist, þú springur módeli og þá, þú veist, þú býr til, þú veist, þá það bara búið, það ekki taka 2, skilja, í stafræna heiminn taka 100, ekkert mál, skilja. Grunnkostnaðan er ekki búin að fórna fyrir fyrsta tökuna, skilja, svo það þú veist, þetta snýst meiri Þetta sé alltaf ódýrara. Já, ég meina, þú sér það alveg, þú veist, einmitt þetta tímabil sem þú ert að tala þarna, það, svona kringum aldamótin, þá fór myndina frá því að vera, þú veist, 100 miljón topp mynd, skilja, upp í 200 miljón, 300 miljón. Þú veist, og 300 plus miljónir, skilja. Menn voru að tala verkefni upp í 500 miljónar tímabili sem kannski yrði ekki dollara. Já. Núna við oftast kringum 100 miljón fyrir stóru myndina, skilja. Dollara. Já, þó að ég ekki sérfræðingur í það, en samt þegar ég skoða, þá það oft, þú veist, 100-150 miljón sem þessar stóra Tom Cruise myndir eða eitthvað svona, skilja. Já. Þannig að menn fann að vera miklu meiri meðvitað kringum kostnaðan, þessi klikkaða kostnaði í VFX, sko. Ég held að mjög oft ertu að tala sko þriðjung í svona blockbuster VFX mynd VFX kostnaðin, þriðjung productionið og svo kannski þriðjung fyrir A-lister leikara og laun, já. Þannig að menn að sjá náttúrulega þarna í VFX þriðjungin, þar ertu með þúsundir sem koma að vinna í marga mánuði, þannig að menn að sjá mikla svona hagræðinga möguleika þar, skilju, og meðan að ef ætla að hafa Tom Cruise, það bara svolítið, þú veist, borga eða ekki, skilju, og ekki mikið hægt að breyta þar kannski, og framleiðslan síðan þarna einhver staðar á milli, sko. Og það sem nefnilega sko með brellur, sérstaklega svona Hollywood level brellur, að klára skot upp í 80-85, kannski minnst 90% af það sem þú þarft að gera, gæðarlega séð. Það tekur jafn langa tíma og að klára síðustu 10%. Þannig að Er það að tala með þess að þjótt að fínpúsa eitthvað svolítið? Já, segjum bara að þú ert á green screen og það þrívita rendering af bílslys eða einhvað, whatever. Púsla þetta saman og ná þér svona 80% að leiðin eða 85%. Flott skot en ekki alveg. Við höfum eftir að fínpúsa þetta, að láta þetta vera alveg fullkomið. Að það tekur oftast jafn langa tíma og síðustu 15-10%. Það áhugavert. Já, þannig að kostnaðarlega séð þessi fyrsta 85%, það sem komið með skot,
sem lítur alveg ágætlega út en samt ekki alveg, þú ert ekki að fara að vinna verðlaun fyrir neitt svoleiðis sko að það kosti jafn mikið og að klára það alveg upp á 100 skilu. Þannig að framleiðanda bæði VFX framleiðanda en kannski aðalega overall framleiðanda finnst það mjög fristandi að call it a day áður en að við erum komin 100% og fara oft bara til fyrirtæki sem eru bara í því að fara upp að 90 kannski eitthvað svona skil. En það kannski munur því maður hefur stundum, það er svo gana fylgstundum með umræðinni bara hjá venjulegu fólki þegar kemur eitthvað svona stór brellumynd og sumir eins og ILM og kannski Veta þekktir fyrir að gera svo flottar brellur. En svo las ég sjá hvort á Reddit eða eitthvað, að því sumir segja að þetta umulega brellur hana, en geggjær hana, af hverju? Og það var eitthvað sem sagði, ég held þetta hefur eitthvað svona visual effects gaur, hann sagði, ef alveg sá hvað fyrirtæki væri, ef þau fá nægan tíma, þá geta öll gert svona flottar brellur. Að mestu leyti, já, ég alveg samanlega, þetta bara spurning tíma, sko, menn tala náttúrulega oft þetta hérna heima, en hvað, ákveð, þú veist, koma að sína mann eitthvað, þú veist, mér langa að hafa þetta svona, skilu, og þá, já, ok, þetta þýðir, þú veist, 10 manns í 3 mánuði. Kostar bara svona mikið og þegar þú ert að tala 8 manns í 6 vikur, þá verður það einmitt eins og síðast íslenska útgáfan einhvað. Það ekki tricks í þetta svona, menn þetta ekki endilega í huga ef þú vilt að smíða þú veist, Horn á Laugaveginn sem leikmynd, þú veist, þá fara menn ekki að hugsa að þú getur sleppt 2 vikur og helmingina krúinu og fengið sama leikmynd. Það mjög skýrt fyrir fólk að það gengur ekki alveg upp. Það verður einhver komið niður á gæði einhvers stað. Það bara það sama í stafræna heiminn. Sko. En fólk ekki að fatta það kannski, framleiðendur eða leikstjórar? Já, þau vita alveg, en þau náttúrulega bara í þessi greið í þráhyggjuna að þeim langa þetta arketýpan, þetta drauminn, en þau ekki alveg með peningin, skilu. Þannig að, þú veist, ég var einmitt að vinna með frábæran sænska leikstjóri sem heitir Ruben Östlund og gerði vann meðal annars Cannes-verðlaun 2018 fyrir Square heitir hún. Já, ég hef ekki séð hann, ég mæli með hann og hún mjög skemmtileg. Hún ekkert einhvað of artifarti, hún bara mjög skemmtileg, algjörlega, og flotta tökur og frábæra leikmyndir og allt svoleiðis, sko. En hann gerði Force Majeure líka. Já. Frægastu fyrir hana, kannski. En hann bara sá þetta, hann rosalega, hann byrjaði bara með því að búa til skíðavídeó sjálf, klippti, tók upp, þú veist, hljóðsetti, gerði mér þess að After Effects brellu sjálfur og alls konar, skil, bara svona, þú veist, svona extreme sport-vídeó, skil, og var orðin bara frægur fyrir það í raun, og svo byrjaði fellið, svona hefbundna bíófellu og gekk vel með það, en hann bara sá ofur klári gaur sem hann bara búin að sjá það, lykilinn í þessu fjármögn. Við þurfum bara meiri peninga. Þannig að hann bara hrikalega duglegur og leggur rosalega mikla áherslu á að allt sé fjármagna alveg í topp. Þannig að hann ekki að rekast á þetta. Hann þarf ekki að eiga þetta samtal það sem, þetta arketýpan, þetta það sem ég vil ná og svo að hlusta eitthvað að það vantar 100 skall upp á eitthvað svona, skilja. Þannig að, og meðal annars hann þannig að hann sko hann vinnur þannig að hann í raun bara með 2 setup á dag. Setup í raun eina tökku, eitt sleit, kamerastöðu og lýsing og þá skjótum við það skot. Og hann gerir 2 á dag, skilju. Ég held að... Fyrst það lítið? Já, á Íslandi held ég að menn finnst svolítið lítið ef við erum að tala sko 10, 12, 15, skilju. Menn að reyna 20 plus á dag, já, það góði dagur allavega. Það mísjan, það finnir náttúrulega alveg eftir framleiðsluna hvað það gera, sko, og hann náttúrulega bara að gera, sko, voða mikið bara dialógsinn, þannig að hann að gera sem á að vera einhvað sem ætti að vera fljótur í gegn, sko, ekki mjög teknilega. En hans hugmynd þar að sko, hann nota, og þegar ég heyrði þetta, það bara, alveg, þetta var ræðilegt, þetta var allir á tökum eftir 20 tökum, skilu, og þú veist að því
verður óþólumóð, skilur. Já. En svo kom ég á sett og fór að vinna með hann, skilur. Að þá það bara, hann bara að vinna þarna og hann voða mikið involverið með leikarana. Og svo bara alla deildinar að tvíka sitt aðeins, ég ekki að grínast, menn eru svona, sko. Bara laga bollana aðeins bara og... svona. Þú veist, á milli tökur, skilu, og þannig allir deildinar, meðan að hann að svona fínpúsa þetta með leikaran. Svo þegar komið upp í taka 40, þá allt bara, þá þetta bara orðið, hinn fullkomna skot af þessa útgáfu, þetta bara arketýpan, þetta bara skotið sem verður tekið upp á háskólum út allan heim þegar þau ætla að sýna, þú veist, hvernig á að vera með díalógsinu yfir kvöldmattin það sem hún búin að svíkja hann. Þá þessi skot bara dregin upp, skilu, því þetta bara orðin, bara svona alheims arketýpan af þessu skoti. En þetta hlýtur að vera mjög sjálfgæft að leikstjóri að fá þetta. Ég veit ekki neitt annan sem gerir þetta, skilu, og ég veit, og þú veist, hann fær náttúrulega alveg þvílíkt að alveg lið með sér að vinna og mann sá alveg að margir leikara voru ekki fannst þetta bara mjög skrítið. Já, og bara mjög óhugnalega tilhugsun, skilu, að vita þetta, sko, að það yrði svona mikil áhegsla á að allt átti að vera alveg upp á, alveg fullkomið, en þá hann ekki að meina að það verið að vera nákvæmlega eins og í handrita en eitt svona, að hann bara, að draga þetta fram, hvað með leikaran og með leikmynd og með brellur og, þú veist, ég fattaði bara, oh shit, þú veist, ég get alltaf, þú veist, ok, ég þú veist, að stressa mig og taka nótur og stilla upp á einhvað svona, þá fattaði, það væri gott að vera með þetta. Þá ég að skita einhvað, ég misti að það í síðustu, nei, það var bara, ok, þá stilli ég þetta upp, nú ég líka með þetta, það væri gott, þannig að ég alltaf bara að sitta meira á, þannig að hann að fá algjör þvílík bónusvinna út mig, ég ekki bara á þessu base level sem svona, það sem ég búin að treyna mér að geta gert hratt og alltaf verið með, heldur ég alltaf bara að fylla síðan í meira, þú veist, en þetta ekki ákveðin lúksus? Jú, þetta algjör draumur, skilu, og hann náttúrulega, það sem mann heldur kannski að hann væri að kröfuharður eða einhvað svona, sem hann en þú finnur það aldrei fyrir, hann ekki kröfuharður að þann máta hann allast til að þetta á að vera hann, heldur að hann gefið nægið og ef það einhver krafa þá það bara að þú slappar af og vinnur með það svigrum sem hún fær þarna og finnur allt sem hún getur bætt fyrir þína deild, skilur. Þetta mjög áhugavert svona andrúrslótt sem hann virðist reyna að skapa. Frábært, skilur. Fólk alveg að fíla þetta? Bara krúið? Já, algjörlega. Og ég sá ekki betur en að leikarana voru, að það voru leikar frá alls konar löndum, skilur, meðal annars Woody Harrelson var með eitt stórt hlutverk þarna og margir frá Þýskalandi og gríski leikara, alls konar leikara, og ég sá ekki betur en að allir sem ég var vitna var bara bæði að nýta sig þetta til að vinna með leikstjóran. Ég held að mörguleiti þetta er örgulega draumleikara að fá svona nægi til að svona pingponga að fá besta fram, sko. En svo held ég líka bara að þú veist, það að þurfa ekki að flýta sér, auðvitað þarf mann samt að flýta, þú veist, mann þarf samt að klára sína vinnu og allt það, en að það verður ekki cut off að við verðum að ná næsta 3 tökur eða næsta 3 setup einhver, svona heldur verður cut off við bara, ok, nú erum við komið með það og kom fyrir að við endum einhvað í tökur 37 eða einhver svona. Já, en ég ætlaði líka að spyrja, hvað það margir tökudagar? Hvað lengi búið til að vísa? Já, þetta eru ansi margir, ég man ekki, ég var náttúrulega ekki alla tökuna, sko, en Lítur að heldur lengi? Já, en svo líka, þú veist, svo hann líka bara ekki með neitt, þú veist, hann núna hann að klippa og hann hefði getað að fara alls konar hátíð í ára og einhver svona, en hann kom, nei, ég ætla bara að fara næsta ári, ég ætla bara að klippa og liggja yfir þetta núna, einhver svona. Hljómar svo mikil listamaður? Ja, mikil listamaður, en hann getur það út að hann svona vel fjármagnað, hann með framleiðandi með sér, hann á fyrirtæki sem framleiðslu fyrirtæki sjálfur
og þau og náttúrulega hann heit, hann fær topp styrk alls það sem hann sækir og svo nýbúin að vinna Cannes-verðlaunin og eitthvað svona, hann með þetta leverage, hann getur leyft sér það náttúrulega enga veginn, ég ekki að segja við sko einhver út úr skólan núna bara, bara til að gera bíómynd, þá þarftu bara 3 milljarðar og þá það ekkert mál. Þetta skýtlega. Það ekki alveg þau skilabóð, en sko, kannski frekar segi að það ágætt að muna, að gleyma það ekki, að þetta í raun stendur og fellur svolítið með fjármögnunin, en svo reynir á okkur sem kvikmyndagerðarmenn að vinna með það. Alveg eins og það reyna á okkur að vinna með íslenska veðrið og whatever sem það getur verið. Bara aðlagast nákvæmlega og reyna að fá einhvað, ef það ekki upprunalega planið, hvað getur það þá verið, hvað alheiminn að bjóða mig í dag, hvað get ég grípið sem verður áhugavert og einhvað spesial, og ég held að hann alveg þar, þó að hann með allt alveg fjármagna í topp, þá hann líka þar alveg, og ég veit að því ég var þarna, það var sena sem verður bara, þú átt eftir að tala hann í þennan þátteldi, þetta verður, það var skot þarna, sena en sérstaklega eitt skot, sem bara menn munur bara kenna það í skólum og bara liggja yfir þetta og þetta verður mýmað og svo framvegis. Það mjög sérst, það fyrst skipta sem ég bara verið og hort á monitor bara, þetta verður legendary. En þú mættilega ekki segja mig hvað skotið Ég mun ekki segja orð. En ég spenntur að, hvernig kemur þessi mynd út? Já, það það. Það Rúben ákveða, hann að klára klippið. Þú búin að klára að mostra við klippið. Hann sendi mig, ég átti smá spjallu, hann sendi mig skilabóð daginn að gengi voða vel, en hann væri bara að njóta þess. Það getur verið áríðan. Já, ég myndi halda hann kemur örglega út svona, til að geta sendið inn fyrir Cannes næsta ára eða eitthvað svona. Hvenær Cannes aftur? Það í maí, apríl? Það núna, í gangi núna basically. Þannig að Lamp nú að keppa núna, okkar fyrsta mynd. Já, það í gangi núna? Já. Frestast eitthvað, þetta oftast ekki júni? Jú, þetta annan tímasetning núna út af COVID. Já, eins og flest náttúrulega. Einmitt. Venjulega þetta sko þú þarft að senda inn fyrir 1. mars minnum Já, til að segja þá sen svo að vinna í keppnina Já, ég minna það. Men langar að spyrja út í sjónvarpsþætti. Já. Að þið sjónvarpsseríur og svona, þetta svolítið breyst síðustu 20 árin. Frá því hvernig það var 70, 80, 90. Já. Í dag þetta rosa flott. Já. Margar seríur, Game of Thrones, Marvel að gera sínar seríur. Fá mér svo sömu leikara úr bíómyndunum til þess að leiki sjónvarpsseríum. Star Wars, Mandalorian. Ég skoðaði IMDb, varst þú ekki að vinna eitthvað við það? Jú, ég var aðeins að vinna við Mandalorian og Game of Thrones náttúrulega. Það eitt sem okkar spyrja þig út í sambandi við Mandalorian. Já. Og það í sambandi við, þeir kalluðu The Volume. Já, einmitt. Það sem þeir takit upp. Ég sá aðeins svona making of. Og fyrir þá sem kannski viti hvað tala um, þá þetta bara stúdíó, þeir ekki með, í staðin fyrir green screen, þá með, þetta skjár eða tjald, hvernig þetta? Já, sko, einfölda útskýringin í staðin fyrir þetta hljóð einangrandi fóm þá værum við bara með fullt af þessum skjám bara út allt. Já. Og svo það synkað upp eða þetta náttúrulega væri engin EDSA og eitthvað svona, en þetta bara LED skjáir sem allan hringinn, sérstakir skjáir náttúrulega, mjög ljós miklu skjáir til dæmis og svoleiðis og einu sem ekki alltaf allan hringinn stundum bara bakvið sko, en best að reyna að hafa eins mikið kringum að því að þá getur nota þetta sem ljósskjáfi líka. Sem þýðir mitt sko að þó að ég má náttúrulega ekkert segja svo sem það, en get svo sem sagt það að ef að ég síðan á Íslandi að taka einhverja hluti fyrir Mandalorian, að þegar það síðan sett inn í svona volume, að þá bara instantly ertu komið með íslenska lýsingin líka. Og það sem oftar ekki klikkar í green screen vinnu, að lýsingin ekki rétt.
þú veist, það sjaldnast að það einhvað voða gróft ký eða einhvað svona, það mjög sjaldgæft. Það veist, hárið allt fínt og allt það. Það að þú ert í stúdíólýsing og hún mattsar ekki umhverfið sem ég að sitja inn í. Þannig að þið eru Við erum ekki að synka. Nei, þið eru ekki að synka í ljós. Þó að ljósáttin eins og svona, það ekki sama styrkleiki á því, highlightin á þér þú ert með sama greiðslu og ég skilu, highlightin eru einhvað öðruvísi en þau væri í bakgrunnslýsingin og svo framvegis. Þegar þú notar svona voljum, sérstaklega kannski voljum sem svona alveg enclosed að þá færðu þau bara lýsing, þá lýsur þau bara með skjáinu. Þannig að þetta verður raunverulegri lýsingur. Þú ert bara í lýsing, það í raun, einu munin á að vera þar og að vera á staðinn í raun styrkleikin, að sjálfsögja sól sterkari heldur skjárin. Það vænt að stilla það eitthvað? Það nefnilega hægt að stilla og það hægt að poppa inn kannski þá, þú veist, einhver rosa sterk ljósgjafi þá til að bæta í það eitthvað svona, sem menn eru líka alveg að fínpúsa með einhverjum ljósum svona hér og þar, en svona overall lýsingin verður alveg 100% rétt, sko. Það var svo magna að sjá þetta, því ég sá aðeins það var Disney Plus, og segir svona making of. Já. Mér finnst mjög áhugavert, af því að þeir eru varpa bara á þessa skjái umhverfið. Þú bara leikarnir, bara í búningum, þeir leikaru saman þetta, og að ég maður þegar ég horfði á Mandalorian, ég vissi þetta ekki, ég sá eins og fyrstu seríuna, mér varst hún lúka svo vel. Já, það fannst bara útlitið svo flott. Og líka því að hann með svona eitthvað krómhjálm og búningur eins og talað endurspeglar einhver leiti, þeir töluðust það með því sem making of. Það hjálpar svo til við það. Já, það var lykilatriði í að þau ákveða að fara svona djúpt þessa leið, sko. Var einmitt að búningin átti að vera krómaður, skilja. Það var annarkvort það, eða döllan með að hafa hann rispaðan og máling og eitthvað svona, skilja. Og þetta krómfyrirbæri náttúrulega alveg algjört hell, sko. Og ein fyrsta myndin til að nýta sig þetta svona alveg fullan eins og verðum að gera þetta núna var Oblivion sem var nú tekin upp hér. Já, með Cruise. Já, með Cruise. Og þá þannig þetta Sky Room eða Sky Apartment sem þau eru í. Það var allt umkrymt af svona LED-skjái og lýst þannig, skilur, og bara svínvirkaði. Já, betur var það að tekið upp eitthvað svipa á Mandalorian, ertu að tala um það? Já, sko, já, þá voru þið að skjóta bara bakgrunnsplates sem síðan varpað í þessum LED-skjáum og þau eru bara í stúdíu að gera það, skilur. Þegar þau eru inn í þessu húsi, þá er það bara stúdíu með LED-skjáu, skilur. Með tökum af Ísland síðan sem eru bara að rúlla þarna fyrir aftan, skilur. Þannig að það þetta var í Oblivion þá líka. Já, og þar náttúrulega vandamálið í þessu var að þetta allt transparent, skilur. Þannig að ef þetta green screen, nú þetta að vera mjög tæknilegt og notalegt, en þegar þú ert að díla við green screen, þá endurspegla skræna litin rosalega. Og þess vegna notum við grænta því að það svona sterkasta signali í því, en það þýðir líka að ef þetta væri grænt, þá væri allt smittar grænt af sér, skilur. Þannig að í þessu tökum þarna, þá hafði allt verið smittað í grænt og fyrir utan það, allt svona frekar hart og shiny inni, þannig að þá fullt af speglunum á vesinn, skilur. Þannig að það hefur verið virkilega svona prímus, eða þú veist, það sem hefur drifið þeim áfram í að útfæra þessa laust, skilur, því þá það bara mál döitt. Þá viltum þetta smiti og spegla og svona, því þú ert að varpa umhverfið sem þetta á að vera í, skilur, þannig að eins og Mandalorian, þetta voljúmdæmi, þeir tölur svo mikið það í þessu þætti. Þetta framtíð? Já, algjörlega, þegar menn eru að vera vitleysa, ég að ræða við, ég er búin að vera involvera í eina útfærslu sem átti að sitta upp í Malasíu og getur vel verið ennþá sem á að sitta upp í Malasíu þannig stúdíu fyrir Kínamarkað og fyrir kínverska framleiðslu, sko, og Þetta bara risa breakthrough fyrir visual effects. Menn eru bæði út af COVID, að núna menn að sjá, það þarf ekki að vera valið milli green screen sem við hefum ekki haft
góða raun með, þú veist, að það erfitt að gera gott grínskrín, sko, það ekki, þú veist, að þá það erfitt í tökum sérstaklega að gera gott grínskrín, sko, og eða þá að við getum farið með þeim á staðin og bara fengið og allt það, en það COVID, þú veist, það nóg erfitt venjulega, þú veist, svo bætir við COVID, þú veist, kvikmyndagerð almennt bara hálfgert, bara impossible fyrirbæri, hvað sem það stóra bíómyndir eða litla bíómyndir, þá erum við alltaf að vinna eiginlega á sá jaðri, skilja, og ef við erum ekki, þá finnst okkur eins og við erum að gera á lítið, skilja. Svo bætir COVID á því, skilja, þá bara flækjustið orðið rosalegt og kostnaðin orðin rosalegur. Þannig að menn eru að segja, ok, shit, ég þarf ekki að fljúa Tom Cruise til Íslands, ég get fengið hann inn í The Volume í LA og við getum klárað 98 dialógsinnur bara þar. Og bara sendin þá bara eitthvað íslenstökur eða eitthvað, það bara svo ringjaði kannski með að segja, Jari, til ég að fara þarna að taka upp, skjóta bara einhvað, bara plate eins og við kallum það plate, það bara ekki principal photography, sem sagt principal photography þegar fólk aðaleikari eru og allt í gangi. Plate bara eiginlega oftast að skjóta bara hinn og þessu umhverfi. Það bara stillimynd? Nei, það getur líka verið, þú veist, eins og ég gerði til dæmis plate fyrir Game of Thrones sem voru POV tökunar fyrir þegar drekarnir eru að fljúa, og þegar við erum að elta þeim og svona, skilja, það þú veist, þá var Jón Spaði, legendariskur íslensku þyrlutökumaður eða þyrlumaður að fljúa bara eins crazy og hann gat flogið niður í einhvað gil og hann var að leika í rauninni drekana. Hann var að leika drekana, skilju, og við vorum allir að gera okkur að reyna að halda gubbið onni okkur og sumir mistók text en þar sko, þá væri framleiðandinn, ok, bókum Tom Cruise í þetta í nóvember, að hann kemur inn í LA The Volume og við ætlum að hafa alla þessa senur þar. Ok, það þýðir að, þú veist, þetta þarf að vera sumar á Íslandi, sendum Jörra að skjóta í júli, þú veist, skjóta einhvað, ég veit ekki. Og svo bara sendið þú þeim Dýrhóli, einhver jökul, einhvað. Þá fer ég og einhverju aðri ofta, skilu, oft þetta dróntöku líka, einhvað svona. Þá fer einhvað svona lítið skeleton crew eins og maður kallaði oft á stað og erum að skjóta þessar tökur. Og svo þetta bara sendt út? Svo þetta sendt út og svo hugsanlega líka gert einhver eftirvinnsla á því, sett inn einhver geimstöð eða einhvað svona eða borg í bakgrunn eða einhvað svoleiðis, getur vel verið, eða þá það bara pjúra takan og svo þetta skotið með það rúllandi fyrir aftan. En það reynda 2 hluti þar sem ég ger bæði. Það tökunar og ef ég tek mynda því svona, þá ég ekki að fara snúa þér í prófíl eftir á, skilja. Því ég ekki búin að taka mynda því, skilja. Nei. Þannig að svo myndi bara framan á því búið mál. Já, þú getur ekki breytt í. Nei, nákvæmlega. Fjarvítin í myndin basically frosin í myndina, skilja. Þannig að það takmarkandi og getur verið erfitt að fá hluti til að læna upp þegar þú ert að leigja þeim. Þannig að það sem síðan svona, hvað maður að segja, svona það sem hefur gert þetta enn vinsalega að ég get síðan farið kannski einmitt í þyrlu, skannað dyrhóli, sem sagt þrívita skannað dyrhóli. Núna erum við með það í þrívit og það photoreal, það mjög raunveruleg þrívit. Þá getum við snúið dyrhóli og sett 50 mm linsu á eða 18 mm eða you name it, skilur. Þá getum við látið þetta læna algjörlega upp, skilur. Og það það sem ég hef oftast verið að gera fyrir svona volume, skilur. Þá ég, veist, eins og Game of Thrones, þá gerði ég bæði, Mandalorian, þá skannaði ég bara. En eins og með Game of Thrones, þeir eru ekki með svona volume og það? Nei, en þau nota náttúrulega samt, sko, bara í gamla workflowið, þá notuðu þau þetta bara sem, sko, bakgrunns, þú veist, eins og þú veist, þau þurfa sena með dregan að fljúa, þá það bara við að fljúa í þyrlu og þá ertu með
gilið, þú veist, í því líka aksjón og svo setur þú CG-dregan on á það og þá ertu komið með það skot, skilur, basically. Já, ég skilji. Og þannig að það fer bara í eftirvinnsluna, bara í hefbundi ferli, skilur, og það líka menn eru alveg að nota the volume en hugsanlega poppaði inn smá green screen glugga rétt kringum. Ég svo þarf að laga þá. Já, þannig að hann verður í raun kýjað út og svo verður þetta sett sama umhverfið sett aftur inn en í ennþá betra gæði að þegar þú ert að gera þetta live, svona þrívita módel, að þá ert að nota Unreal leikjavélin sem menn þekkja úr Fortnite og fleiri og hún er með ákveðin takmörk í þegar kemur að gæði, skilur, þú getur ekki gert allt. Það er búið upplausn eða eitthvað þannig? Bæði upplausn, þú veist, textúruna, þau filtrera staðins og þú getur ekki gert alveg sama hluti með lýsing og svona, þú veist, þannig að þegar þú fer í svona renderað ferli þar sem þú teiknar út bara nýja ramma, að þá hefur allt toolsetið sem þú getur nota. En í leikjavélina því allt þarf að vera real time að þá aðeins meiri takmark á hvaða tól þú ert með til að vinna með, skilur, og aðeins minni, þú veist, það aðeins meiri filtrering og svoleiðis, skilur, þú getur fengið herri upplausn í raunin útlit á renderað stöf, sko. Þannig sem fyrir Mandalorian voru þá notinu tvennskonar, það er þá eitthvað sem er tekið upp og varpað á, eða þetta Unreal, ertu að tala það eða? Nei, sko, Mandalorian náttúrulega einmitt að nota mjög mikið Unreal, sko. Málega bara ef ég að skjóta einhverja dialogsenu með þig, að þá ég oftast að skjóta því svolítið grunnan fókus. Ég að reyna svona að leggja áherslu á því með því að hafa því í mikla fókus, mikil skerpu. Það sem fyrir aftan svolítið út úr fókus, skilur. Þannig að þá skjáin bara út úr fókus, skilur, og það misjafnt hvernig fólk gera það og þú veist að stundum ef það er Unreal þá kannski forrit sem stjórna fókusstýringin en ekki linsan. Já. En það skiptir, þú veist, þetta að vera svolítið vel tæknilegt, sko, en það þýðir að því að það þarf ekki að vera í fókus, þá þurfum við ekki það mikið detaila, skilur. Það engin mun á að taka einhvað sem með 200 línur á hver sentimetra eða einhvað sem með 50 línur, skilur. Að þetta sést þetta blörrast allt út í bakgrunn og lítur eins út í raun. Þannig að þetta mest nota í þannig tilvikum það sem þú ert ekki með áherslan á, þú ert ekki með fókus á bakgrunnin sem slíka, það smá separation, en það eins í green screen, skilur. Og bara almennt í tökum, þá ertu oftast með einhver fókusfíld sem leikarinn og svo einhver bakgrunn fyrir aftan hann og það svolítið út úr fókus. Þannig að en svo sumt tilvik það sem þarf kannski bæði, þá myndur þú kannski nota þetta til að fá rétt lýsing á þér en poppa inn smá green screen rate bara beint fyrir aftan þér sem síðan synkað með virtual kamera hérna og síðan alltaf beint fyrir aftan þér. Þannig að ég held ég skilji. Já, þannig að ratein sem minnstur og þannig með sem minnst screens spill og svo ertu að nota umhverfið til að lýsa þér bara eðlilega. Þannig að ég myndi ekki segja að þetta spurningum fyrir eða eftir, þetta aðalega bara það búin að taka þessu útfærsla og gera, þetta svolítið eins og með ILM, skil, núna þau búin að industrialisa þessu útfærsla sem við þekktum alveg. Þetta bara, prinsipið bara gamla þú veist, Hitchcock-myndið, þú veist, það sem bara með back projection í bílrúðuna og þau að keyra, skil, og þú sér þú veist, það kolvitlaus frame rate og vitlaus linsa og þetta hopp, þú veist, svo sum sem gert rosalega vel eins og hérna 2001 og svo framvegis, skil, þannig að þú vilt meina að þetta er bara ný útgáfa af því? Þetta bara það prinsip, þetta bara back projection prinsip, en núna í staðan fyrir að vera varpa í gefnum sérstök bíotjöld sem mjög lágt luminous, mjög lítið birtustig, að þá erum við með þessa öfluga skjáir sem að blasta aktíft ljós inn í rýmið, skilur, sem að lýsa rýmið með þessa myndir, skilur. Þannig að þau virka sem umhverfið, þú veist.
Þetta er smá... Þetta samt magna, Já. mér fannst ég, að ég þekkti þetta ekki neitt, mér Nei. fannst ég samt sjá það, því ég horfði á fyrst sem Já. Mandalorian, Já, bara eitthvað, vá, Já. okkur líta svona vel út. já. Já, þú sér það líka þannig, en svo sér það líka að því menn eru líka að lenda í vandræðum með þeim, sko. Hvernig það? Að því að, náttúrulega, þetta er að vera mjög tæknilegt núna, en sko, ef að þú ert með, ég ætla kannski, já, notum þetta bara, ef að þú ert með myndavél hér, Já, og hún hreyfist, hérna, svona, já, þá hreyfist þetta hraðari í gefnum ramman heldur en vatni hérna. Af því að þetta er nær myndavélin. Já. Þannig að það er farið frá hægri til vinstri miklu hraðari heldur, þú veist, núna þetta komið, þú veist, hérna er þessi í mynd, þessi er í mynd, núna er þessi ennþá í mynd, þessi er komin út um mynd. ég skil að þetta er lengur frá í rauninni. Já. Þannig að það er mun á hraðin sem hluti hreyfa sér í myndina. Mhm. Þannig að ef að þú ert hérna að segja einhvað ljóð upp á fjalli og sér yfir dalinn og einhvað og það er 100 kilometra í næsta fjall og sér það einhvað og síðan við erum að færa kamerað hérna og dúkinn sem hún stendur fyrir framan eða skjáin sem hún stendur fyrir framan er bara 4 metra frá þér, skilu. Þá sjáum við að þetta er ekki ég að skil rétt þig. hreyfing á þessu, skilu. Ég skil þig. Þannig að þá þarfstu náttúrulega að hafa vita á því að við erum ekki að fara að gera svona skot. Ef að við endilega þurfum svona skot, þá þurfum við eiginlega að gera alvöru að því að þarna er fjarvítin og obviously röng. Þú ert ekki með svo réttu dýft. Nei, að því fjallin núna er að hreyfa sem er hraða eins og einhvað sem er 4 metra bak við þér, en ekki 10 kilometra í burt, eða hvað sem ég sagði, og hérna eins er fókusin, það er líka vesinn, skilur. Þannig að ef það ert í mjög litlu voljum eða litlu svona umhverfi og skjáin er mjög nálægt, að þá getur verið erfitt að fá rétt hérna fókus fall-off, sem að þú veist, þá mun hlutin að líta út eins og þau séu 3 metra fyrir aftanir út af fókus, en ekki 20 metra fyrir aftanir út af fókus. Þannig að þetta eru hluti sem þú þarft að sko vera búin að reikna út áður en þú fer í að framkoma þetta og það eru mörg dæmi núna að því menn eru bara alveg búin að bara full on, all in allir á sama tíma í þetta dæmi og búin að gera mikið af þessum mistökum, bæði með sko parallaxin eins og það heitir og með fókus hérna. Er þetta eitthvað sem menn voru ekki að átta sig á fyrir þeir bara byrja að taka upp eða? Í þessu? Væntalega þeir sem gerðu þessi mistök voru ekki að átta sig á þetta, nei. En þetta lánu alltaf fyrir, sko. Fyrir mig hefur þetta alltaf verið, þetta er nefnilega það sem er svolítið erfitt við að nota þetta, er til dæmis að sérstaklega að nota plates, sem sagt tökur, það sem fókusin er bakaður inn og nú oftast, við varum oftast að skjóta það bara 100% skerpa, allt í góðu með það, en þá verður fókus fall-offið, það verður þessi mun á fjallaðin frá okkar subject og til þennan vegg þá, og ekki bara það, heldur, síðan ertu með dýft í okkar töku, skilu, það er hól hérna fyrir framan sem er 50 metra í burtu, og svo ertu með jöklinn sem er 100 kilometra í burtu. En þau fá sama fókus áferð í raun, skilu. Það sem við ekki starf að hugsa En þetta er það sem ég elska í þessu fæi. Það er þessa pælinga. Ég hef ekki jafn gaman að því að gera gameskip sem kemur og drepur risaðilu eða eitthvað svona, skilu. En það er bara ég að hanga yfir einhverju þrívíta strákar og rífast við þau hvað lítur alvöru út og ekki alvöru út og ég mun aldrei vera sáttur að því mér finnst þetta allt bull frá byrjun, en svona stöf, þú veist, sem gott dæmi að þú veist við tölum með bílaatriðin, hefur þú séð Zodiac, finnst sér svolítið síðan í skemmt, góð mynd frábær mynd hann var alltaf snillingur finnst sér að mínum að það er einn með þeim bestu svona brellu leikstjóra sem hvernig hann nota brellu, sko. En hann er ofta leikir sem er kamerur og fara ekki nákvæmlega, þar er skot, frábær skot það sem þau eru að fylgja leigubílinn, ég man ekki hvort að morðingin eða fórnarlambið
eða hérna fréttamaðurinn sem að keyra í sá leigubíl. Það downtown San Francisco, það top down. Ég man eftir þessu götu held ég. Og hann að svona snáka götuna og það ekkert við þetta sko, nema að þetta væri aldrei hægt að skjóta þetta og þú veist þetta period piece og allt það, þetta full CG skot. Já, það ekki bara allt í tölvugerð? Já. En þú veist, svona finnst mér frábært að nota full CG skot. Þú ert að búa til frábæran vinkil, frábæran stemning, þú veist, allt þetta, summan af þessu að sagan verður öflugri fyrir þetta skot, skilur. Leggur betri stemning, þetta flott skot, þetta gefur þér algjörlega, í staðan fyrir að þurfa að dressa 8 götur í San Francisco, þá ertu búin að dressa þetta í bílinn, búin að sýna overviewið af San Francisco í þennan tíma og svo framvegis. Búin að lokka kamerað alveg dead on sem ætti í raun að vera rosalega fake og eins og tölvuleika og einhver svona, og hugsanlega, en samt saman, ég var ekki að horfa á þetta þannig. Þér fannst það sleppa? Ekki bara sleppa, mér fannst það bara frábært skot, mér fannst það skemmtilegt skot og einhvað sem einhvað sem Scorsese myndi örugglega hafa gert líka á þennan tíma ef að þetta væri practical möguleiki. Já, ég skil. Þetta einhvað sem maður myndi gera ef að mann gæti gert það in the real. En getur ekki gert það, en finnst ég gera þetta mjög oft einhver svona, skilu. Ég verð að spyrja þig eitt, það saman við gerfublóð og svona squibs, já. Og svona blood packets eða hvað það kallast. Í 80s myndum og 90s myndum, ég elski þetta, Robocop eða eitthvað, menn eru skotnir í tætlu og það eitthvað svona litla sprengjur eða eitthvað blóðbókur sem springa. Þú kannast þetta, en það virðir svolítið vera í nútíma hasamyndum þá þetta oft tölvugerð og ég að mér af hverju það að því að þetta bara einhver ákveðin svona leti, bara eitthvað svona gerum það bara í post það þurfa ekki að pæla í continuity ég held að þetta bæði ódýrari, þetta minni risk takan náttúrulega ónýtt og fokkar afsakið ef að þú klúðrar þessu í tökuna þá taka hann ónýtt og að gera án þá ertu með grunninn alltaf og getur svona tvíkað þetta eftir á Squibbin náttúrulega hrikalega unrealistic, skilu ég veit, það svona skemmtilegt þau geta alveg verið realistic, skilu sem besta dæmi náttúrulega Heat, ég hef heyrstu tala Heat, skilu það Squibbs all over the place, skilu og þau eru öll dead realistic, skilu og hérna Robocop ekki raunverulega. Nei, ég myndi ekki Heat og Robocop ekki alveg sama en hérna, jú, þetta örgulega pottið svolítið dýrari, þetta frekar standard dæmi, byssuskot og dýrt að gera það í ríl heldur en í tölvu? Já, ég held að það örgulega dýrari, þetta tefur líka framleiðsluna, það þarf að dressa þetta og svo þarftu nýjan búning, þú veist þetta svo framvegis, skilu, þannig að það svona fullt af praktískum hlutum sem að vinna á móti þetta og líka svo þetta ákveðin áhætta þegar þetta gengur ekki þá takan alveg ónotaf eða þá og þú þarft að láta hreinsa upp þetta lélega Squibb eða var dánaði með performanceið en Squibb fullkomlega ósamfærandi og sést í tækið og einhver svona, skilu þá þarf það að hreinsa það upp, sko þannig að menn segja bara ok og sem ágætis prinsip, skilu, að ef lágmarka áhættu þá hefur bara hreina tökur sem þú getur alltaf unn og one á, skilu ég skilji þannig að það líklega einhvað svoleiðis býst ég við, sko Hvað finnst þér persónulega? Ég hef nú aldrei það hef nú alltaf, sko Hvort þessi flottara, skemmtilega? Sko, þegar kemur að ég nú smá svona byssu nörd þó að ég á enga byssu en eitt svona, ég elska góða skotbarátta og svo framvegis og fyrir mig það alltaf, þú veist, það opnunaratriði, Saving Private Ryan og það hérna náttúrulega Heat, fyrir mig Heat, sko, málega þegar ég var einmitt ólst upp í Danmörku og ég hef verið svona 10 ára eitthvað, þá í Danmörku þá svona, það heitir Hjemmeværnet og svona home guard dæmi sem eru basically hermenn sem búa út í samfélagið og eru með vopnabúrið heima hjá sér og hérna og það náttúrulega frægt að þau
skjóta konuna sína og einhvað svona, þú veist, allt þetta, og þetta er víðar í Evrópu, sko, og ég man þegar ég var 10 ára eitthvað að bjóða Nörbrú, þá voru þessi menn með æfingu, það sem þau átti að tryggja öryggi kringum aðal síma samskipta miðstöð Kaupmannahöfns sem var í mínu hverfi og þau voru bara hlaupandi í götuna skjótandi laus skot, skilu, og þá fekk ég að heyra og úr alls konar byssur, skilu, og þá fekk ég að heyra flóran og eftir það, þá hef byssuskot alltaf farið í taugun á mig, þangað til að hít, og þá, að því það er svona, þegar menn eru að skjóta í urban environment, þá þvílíklæti í því og það er bergmála endalaust og þetta er ógeðslega æsandi, ég man hvað við vorum æstir allar hlupum þarna út allt á milli skotárásana og vorum að taka skothylkin eftir þeim og svona, skilu, þetta hefði náttúrulega aldrei verið gert í dag, skilu, þau bara kyrðu þarna og voru einhvað að skjóta út allt og var ekkert einu sinni auglýst það vel í hverfinu, sko, þannig að alls konar fólk held að þetta væri aldrei þannig, en ég mani, þú veist, eftir það þá vissi ég hvernig þetta á að hljóma. Já, bara alvöru hljóði. Já. Þannig að ég hef bæði það og svo líka skupin hafa alltaf farið í töguna á mér. Ég náttúrulega kann að meta þetta þegar þetta er gert einhvað, þú veist, gert listaverk út úr því og super slow-mo og þú veist, einhvað John Woo-style, einhvað svoleið, skilu, það er geðveikt, skilu, bara, en þá tekum við það líka eiginlega bara sem svona, líka við listrænt stykki, skilu, í sjálfum þessi, sko, en ég er meiri, þú veist, það sem gerir það fyrir mig er meiri alveg hyperreal útgáfan, sko. Þannig eins og í Heat. Já, alveg, Heat, ég elska það, ég horfi á þetta örglega, bara spóla inn og horfi á þetta allavega einu sinna ári. Hvað gerir þetta atrið svona góð atrið? Þetta er alvöru, þú veist, að menninu er greinilega búin að vera, þau kunna meðferð með vopnum, það sem er nú bara ótrúlega, hvað margir leikara á toppmyndum eru ennþá bara einhver lappandi með puttana á gegnum og you name it, skilu, og líka, sko, þú veist, það sem mér finnst þetta frábær mynd, bæði, og mér finnst Michael Mann frábær leikstjóri, einn mest vannmettni leikstjóri ever, sko, en það sem gerir, það sem svolítið svona, ekki það, þú veist, það sem gerir oft fyrir svona gaurar, það er einhvað svona tæknilegt sem þarf að útfæra eða það er einhvað svona plan eða einhvað svona að taka það alla leið og vera svona í einhvað mission mode, það gerur rosalega mikið fyrir mig, þess vegna ég örugglega kvikmynd að gera maður, því þetta svolítið svona, ég með þetta að vera í herinn, skilu, þetta missionið og nú erum við að fara, þú veist, ótti fyrir, maður verður bara super fókust og það skilað 100% í þessu atrið. Í bankaræninginu. Ef ég væri vanur bankaræningi, þetta var nákvæmlega svona, sem þetta færi fyrir sig. Ef ég væri, þú veist, með successful bankaræninga fyrir, þú veist, 15-20 ára eins og þessi gauðra, skilu, þá, þú veist, þú ert bara að sjá fagmenn í vinnu þarna, skilu. Þú veist, raunverulegt atriði. Raunverulegt atriði, örglega allir með einhver hermannabakgrunn, þú veist, þau eru að nálga, þau eru að skoða þetta sem verkefni, þú veist, mér finnst frábært að þau eru að fara yfir hvernig surveillance systemu, að þau eru að kaupa sér hacker aðgangi gefna ákveðinu, og þú veist, allt þetta. Öryggiskerfi og allt það. Þetta er bara eins og fullari fólk myndi nálgast verkefni og gera það vel, og það finnst mér, þess vegna þetta frábær heist-movie, af því að þetta er ekki einhvað svona, þau sleppa alls konar tæknilega atriði sem lykilatriði í því að útfæra bankarán, þetta er heldur ekki að þau gera karakterina eitthvað ekki samfærandi, þau eru ríkalega samfærandi. Og manneskjur? Já, full-bodied manneskjur, skilu, og allt það. Og þú kaupir þetta fyrir fagmenn? Kaupir þetta. Þegar atriði er að taka trukkinn að keyra í hliðina á peningabílinn, þá gerur það og bara við finnum leið og svo framvið, skilu, en það sem fyrir mig kannski stendur upp úr líka varandi
varðandi sú mynd náttúrulega bara að því mann kvikmyndagerð, en það sem ég hef eiginlega mest gaman að núna að sjá svona einhverja tökur sem ég bara, shit, hvað ég langur tjöflega að vera gaman að vera í þessa tökur. Þetta saman eitthvað svona skot, eitthvað atrið. Þegar ég að horfa á þetta, ég hefði verið þarna downtown LA, með allt þetta í gangi og þyrlur yfir og bara you name it, þetta hefði verið sjúkt, eins ég var í verkefni núna fyrir stutt í Jordaníu, og fór einmitt í arabíska eyðimörkina, eitthvað svona, og svo að leiðinni heim var ég að horfa á Lawrence of Arabia, sem ein uppáhaldsmyndi mín. Ég ætti að sjá hana. Þú verður að sjá hana, hún geggjuð. Hún geggjuð? Já, hún geggjuð. Okay. Já, ég held að þú mun alveg elska. Þetta smá svona sem svona 60s leikstíl og eitthvað svona, samt Peter O'Toole klikkað, Omar Sharif geðveikur og Anthony Quinn, ég bara elska hana. Flotti leikarar. Já, flotti leikarar og the visuals í sámynd bara klikkað, og í rauninu örgulega mest ástæðan fyrir að ég saði já við þetta verkefni, því að það var enginn sem vildi fara til Jordaníu miðju COVID og menn voru alveg í þvílíku veseni, en mér langaði svolítið að prófa að vera í arabíska eyðimörkin og upplifa það, Var það fyrst sem varst í eitthvað svona eyðimörk? Nei, ég náttúrulega búin að vera í eyðimörk á Íslandi marga oft, eins og flest okkur, Middalsanda og einhver svona, Já, en svona, þú veist hvað við, svona alveg klassíska heit, og náttúrulega arabíska eyðimörkin síðan svona alveg sér á báti, það svona arkitýpana eyðimörk í minnu huga, Já, einmitt. Þú veist, þó að Sahara alveg frábær eyðimörk ég vissum líka, og miklu stærri, en fyrir mig þetta svona, þetta demantin í þessu, og það alveg lived up to expectation algjörlega, en einmitt þegar ég var síðan að horfa á myndina tilbaka, það í þessu skoti núna, það er 300 hestar og 100 kameldýr og það eru 2000 statistar og kameran á bíla og flegiferða, erkitt með alla þessa tækni sem við erum með í dag, engin visual effects, allt real, ég bara að vera á þessu setti og líka svo veit man líka, að vera í þessi eyðimörk, það 50 gráður hádegi, eitthvað svona, ég lenti með því að hádegi mann bara ég var að komast í burti núna, þetta bara hættulegt að sjálfsögðu, og sérstaklega fyrir svona Íslendinga með okkar sem ekki vanir þessu. Nákvæmlega. En eins og með það, þú nefndir með 300 hestar, 100 kameldýr, 3000 statistar eða eitthvað. Mikið af þessu í dag, eða ekki allt orðið bara svolítið tölvugerð? Já, það nefnilega minna að því og það einmitt Michael Bay þannig efst á blaði kannski með því að gera einhver svona, við þekkjum það nú eins og það sem hann gerði á Mývatn og svona hér, þetta náttúrulega algjörlega over the top og Chris Nolan enn á eftir líka einn af þessum sem svolítið að gera þetta for real, Dunkirk okkar svolítið þannig, hann var með marga aukaleikar þar og þú veist, það líka, þú veist, eitt að við fáum þetta allt inn kamera einhver svona, en þetta líka bara fyrir allir sem að vinna þetta, við verum allt öðru, þetta allt annað, upplifið og við gerum okkur grein fyrir við sjá, þú veist, fuck það 2000 manns á ströndin sjáðu hvað með kameran sjáðu þennan vinkil þetta bara geðvikt, þetta færðu ekki, það er að gera þetta allt frá grunni í einhverju tölvu, Að ég bara horfið aftur á fyrir ekkert svo lengur síðan. Svo fyndi ég kem sem brellukall og ég geri ekkert nema að tala niður brellunar, Nei, mér finnst mjög áhugavert að hlusta á þína hlið og mér finnst gaman að heyra að ég hef stundum talað eitthvað svona CGI og svona í þessum podcasti og að ég hef alltaf verið hrifnar af ég skil auðvitað CGI og þetta nauðsynlegt, en ég er hrifnar af scripts og einhverjum módelum og klessa bílum í alvörinu og eitthvað svona. Mér finnst það svona persónulega skemmtilega. Þessum sem gaman að heyra að við eigum þetta alveg sameiginlegt. Við erum alveg með svipa skoðun á þessu. En mér langar að tala við Braveheart. Þú veist að tala aukaleikara og marga hesta og svona. Ég horfði á hann aftur fyrir ekkert svo lengur síðan. Og ég hugsaði mér að það eru stór bardagasenur með fullt af aukaleikurum. Believe it or not, ég á hana eftir, En þú hefur ekki séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Áhugavert. En ég hef séð náttúrulega þessa... Þú veist hvað myndir það? Já, ég hef séð þessa senur sem þú vart að tala Og ég hugsaði mér, vá,
þetta bara líkt gert í dag. Nei, þetta og þetta er það sem ég að tala um að þú veist, progress ekki endilega sko, þú veist, það að klukkan tikka fram ekki endilega að við erum alltaf að bæta okkur, þú veist, bara einfald dæmi, þó að við viljum náttúrulega öll venda jörðin og allt það skilu, að gamle plastpókana, þau eru betri en mæspókana sem plastpóki, skilu. Já, ég skil en það er hins vegar kannski overall betra ástæða fyrir mæspókana og svo framveg, skilu, en það að halda í... Já, hinn eru betri. Já, það er bara þannig. Ég skil. Já, þú ert að tala um þessi kvikmyndagerðir sem nefndir áðan, þó við séum, það er 2021, það er samt ekkert endilega allt betri í dag versus fyrir einhverjum árum. Bara alls ekki og þar tók ég til dæmis miniatúrdóti sem var alveg að ná, þú veist, það fór alveg lengri en svona ákveðin svona restart og revolution að því byrjaði með Lord of the Rings, skilu, og varð rosalega bara öflugt og flott og góð laust fyrir þannig, þú veist, fyrir destruction og stór módelsmíð og einhver svona, skilu, að þú veist, þá leifur þau líka kannski að grípa hluti sem þú ert ekki að spá í CG og eitthvað svona, skilu. Þú veist, að þú ert bara með módelu fyrir fram að þú ert að prófa hitt og þetta, skilu, en sem mann líka gerir alveg í CG, en það er annað ferli, það er ekki allt liðið, það er kannski bara leikstjórinn sem situr í brellufyrirtæki eða leikstjórinn á tökumann og svo fram. En já, þú veist, ég myndi alls ekki segja, sko, og náttúrulega bara svona, ef þú tekur innihaldið, þú getur náttúrulega séð hvernig Hollywood búin að switcha alveg yfir í að verða bara ákveðin, eiginlega bara svona merchandise, auglýsinga fyrir bæri, skilju. Já. Þetta er það, skilju, og þar eru tekjunar og... Bara vörumerki. Já, bara búa til IP, endalaust IP, að því þau þjána skriljáni á því, skilju, og þá ertu líka búin að sjá einmitt að svolítið skapandi bransin hefur einmitt fæstu svolítið yfir í Netflix heiminn og í seríuna HBO og allt þetta og kannski farið yfir í longform serjuformati, skilu. Hvernig finnst þið svo þróun? Bara mér finnst það frábær, hún býður upp aðra hluti, mér finnst það ekkert verri, þú veist, mér finnst fyrir mig til dæmis brelluna í Game of Thrones eru á sinni einn kapla í brellu söguna, skilu, sem episodic brellur á topp stíi, skilu, og Hversu mikið vannstu við þá? Ég var involverið í 3 season. Hversu stórt var þetta? Hér eða bara almennt? Bara þín tilfinning, bara... Ég náttúrulega mjög oft svolítið sér dæmi, skilu, því ég þarf oftast ekki að vera hluta principal tökum, skilu, þannig að ég oft fengin í plate og scan og einhver svona, þannig að það Þú kannski upplýðir ekkert sem eitthvað risa... Nei, en ég var alveg með í tökum hérna á season 8 í aðaltökunum, skilu, en það var ekki það stórt, þú þurfti ekki það stórt, þannig að ég held í raun aldrei að það vera einhver risa, en auðvitað er það samt stórt ef hann ber saman með íslenska bíómyndir og einhver svoleið, sko, en það sem ég reynda að elska við Game of Thrones er að þó að það var orðið $100 million budget, það var engin vitleysa. Menn vildi alltaf að þú væri on your feet, alltaf að hugsa, alltaf að reyna að fara skynsamanlega, ef að það var óþarfi, þá er það óþarfi. Það er ekkert að bröðla með peningana. Svo er ég búin að vinna bara nýlega í Hollywood myndum sem bara menn er bara, þú veist, bara ekki kveikja með, þau bara hrúa, bara koma með vörubíl og kveikja í peningin, basically. Næstu, skilu, og mann er bara, ok, ég skal gera þetta, en mér finnst þetta algjörlega klikkað að nota peninga svona, en ok, ef þú ert að biðja mig að gera það, þá skal ég gera það, skilu. Það er áhvert, maður. Þú veist, þú hefur aldrei sama tenging þegar þú ert að vinna einhver svoleiðis við verkefni eins og þó ég að gera, segjum bara ég var að gera plates í einhverju svona framleiðslu og svo plates í Game of Thrones. Game of Thrones hef ég algjörðu tengi, ég tala, þú veist, þau útskýra smá hvað final verður, ég að tala við aðalsupervisorinn, við erum bara að spjalla mikið bara hvernig veðri verður og hvað við myndum vilja og ég fer kannski skátt og svo, þú veist, hinu þá er þetta allt fyrirfram og, þú veist, kannski verður þetta að nota, kannski ekki, þú veist, svo framvegð, skilu, og
Þannig að, þú veist, þetta alltaf miklu meira alvöru kvikmyndagerð fyrir mig þegar þú ert í bara eins og Game of Thrones. Mér finnst að vinna í Game of Thrones, það fleiri peningar, það fleiri fólk og allt það, en það ekkert frábrugðið það sem ég hef gert í litla íslenska myndum eða þú veist, auglýsingar í Evrópu eða evrópska myndir eitthvað. Þetta sama nálgunin, þetta sama fjölskyldan. En svo ertu með svona einhverjar maskínur sem eru svona þessar merchandise maskínur, það sem bara mann finnst eins og endless resources og þau eru bara svona playing the odds. Þau eru bara að segja, ok, til að sendum eitt lið í Kanada, skjótum vetratöku þar, sendum eitt á Íslandi og þú veist, og þetta það sem þau að gera, þetta allt niður nelt og þau fara bara að gera þetta og svo sjáum við hvað við notum. Við þurfum að vera með X mikið í dótakassan þegar við byrjum síðan að púsla þetta saman. Þetta hljómar samt mjög dýrt. Þetta mjög dýrt, já. En eins og með Hollywood í dag, eins og talar þetta svolítið svona IP og þetta svolítið vörumerki og Marvel, Star Wars, allt þetta og þeir virðist vera líka rosa mikið að það er komið ný Ghostbusters mynd og þeir eru að gera Indiana Jones 5 með 78 ára gamlum Harrison Ford. Það er mitt. Og þetta verðist vera svolítið svona, mér fara að finnast þetta pínu boring. Þetta orðið hundleðilega. Er það ekki? Jú, alveg. En það fullt af frábæri í gangi í Bandaríkjunum, skilja. Fullt af, þú veist, þetta bara, og ég held að allir kvikmynd að gera, menn þau gera alveg greinamun á þessu. Þú veist, það algjör greinamun á þegar Brad Pitt að vinna í Tarantino mynd og svo Brad Pitt að vinna í einhverja superhero mynd eða eitthvað svona. Já, ég skilji. Þú veist, og superhero myndan þurfa ekkert, þú veist, Dark Knight alveg kvikmynd að gera mynd að mínu mati, alveg 100%. Samanlega. En þú veist, svo ertu með, ég veit ekki hvað að nefna, skilja, en þú veist, svo ertu með svo marga svona superhero myndir sem bara einhvað svona tyggjó og IP og allt það. Og vinslan að því allt öðruvís, rosalega bjúrokrati kringu þetta, rosalegt öryggi kringu það og svo framvegis. Miklu stærri pakki. Miklu stærri pakki og snýst miklu meira en að búa til góða mynd. Ja, það dóta framleiðslur og tölvuleikir og alls konar svona, skilu. Og mann finnur það alveg að myndin eiginlega bara svona auglýsing fyrir alla söluna, sko. Já, maður finnur það. Já, og þegar horfur á það sér það líka, skilu, og en þú veist, til dæmis James Bond, það alveg upp der með alla stærstu í budget og stærð, skilur en mjög mikið af því allavega myndi ég flokka sem alveg kvikmynd að gera, skilur. Getur kannski verið einhver atrið, einhver sequencer sem finnst vera svolítið svona yfir í þessi fake, eða svona plastikdildin hjá Hollywood, en overall myndi ég segja að þetta kvikmynd að gera, menn að gera kvikmyndir, skilur. En svo overage-myndir, allt þetta Marvel og DC, þetta fyrir þig? Alls ekki, nei. En ég reyndar var að vinna á einu daginn, sem ég má ekki segja neitt en ég horfði á fyrri myndin á hana, og mér fannst hún allt í lagi. Ég meina, inn á mitt alveg fína myndir. Já, mér fannst Iron Man alveg frábær. Já. Mér fannst hún skemmtileg, sko, mér fannst mjög gaman að fara með sonum minn á hvað heit hún, Galaxy of Guardians of the Galaxy. Já, fyrsta mitt og Dark Knight finnst mér frábær mynd, visually svo mynd ein uppáhaldsmyndi mín, sko, af svona nýri myndum, skilur. Fyrir mig uppáhaldsskotið mitt í Dark Knight bara til að samfæra þau að ég alveg öfum með þetta brelludót, skilur, það bara opnunarskotið, það sem við erum að fljúa í gefnum í á. Það uppáhaldsskotið. Svo sér gluggan springa. Já, nákvæmlega. Þetta bara þú veist, þannig að kannski ætti ég betur heima í kamradeild eða einhvað, ég veit ekki. Það kvimtökum maður. En það ég alltaf orðin vini með alla í kamradeildin strax, sko, en það hljómar svo að hafa svolítið mikið áhuga mitt á bara skotinu, hvar kameran sett upp. Já, ég hef mest áhugan af því og eins og ég finnst svona okkar heila hlutverk sem deild, brelludeild, að fylla upp í þar sem kannski hina deildina ná ekki, skilu að supporta bara að hjálpa til. Já, bara supporta hilda framleiðsluna og eins og ég segi, ég meina, þú veist venjulega, þú veist, sem þú veist, hefur þú séð hrúta til dæmis? Nei, ég hef ekki séð það. Nei, hefur þú séð undir tréð?
Nei, ekki. á hans sko. Ég er ekki nú góður í að... Þetta eru góða myndir bæði við. Algjörlega. En hérna... Ég lélur í að horfa á íslenska myndir, en ég er að bæta mig í því. Ok, en þá get ég geðið challenge hérna og við kannski, þú að minnsta kosti message, ég get sagt það, undir tríður. Ok. Þar er stór brella og hún er bara all over the place í myndina. Já, þú vilt ekki segja, ég er hann að spotta það. Já, ég ætla ekki að segja hvað brellan er. En þú gæti ekki sagt þessa sögu án þessa brellu. Ok, ekki segja mér, að því mér langar að sjá hana. Er ekki Steindi í henni? Jú, Steindi með aðhlutverki, hann gera það mjög vel og Edda er alveg með frábæra, bara þau eru öll alveg frábæra þannig bæði vegi, og er lítil svona... Er ekki dramamynd? Jú, drama, þú veist, þú myndi aldrei flokka það sem brellumynd og á ekki að flokkana sem brellumynd, en hins vegar er alveg kjarnaelement í sámynd sem er sem er brella sem heldur því uppi. Ok, þetta er svolítið skemmtilegt, ég fæði svona challenge til að fara á þessu mynd, að hún hefur aðeins nefnt í þessu podcastaður. Ég þarf að tjekka á hann, ég ætla að spotta þessa brellu, ég skal senda það skilabóð. En ég verð aðeins að spyrja þig, við erum búin að tala saman í 2,5. Já, gott. Sem er bara gekkja. Ég ætla að fá að halda þær aðeins lengur. Já, ég að toppa Ragnar Bragason. Það var 3 tíma og 20 mínútur. Það var reyndar alveg frábært podcast. Takk fyrir það og bara, hann er snillingur. Hann Raggi er bara svo frábært að tala við hann bara hvað sem er. Rosa klár gæi. Alveg. Hann er mitt leikstjóri sem bara kraftið. Þú veist, hvað sem hann finnst söguna eða hugmyndina og kraftið er alltaf bara tipptopp hjá honum sko. Mjög áhört að hlusta á hann og æðislega að tala um hann. Nú dætti ég alveg út. Já, ég ætla að spyrja ég ætla að spyrja út í svona þinn persónulega kvikmyndasmekk. Þú ert aðeins múl snertaði, Lawrence of Arabia, 2001, Heat. Hvar myndur svona flokka þig? Hefur þið mestan áhuga á hasar eða drama eða bara misjant? Ég held... Ertu hasakall? Mér finnst mjög gaman að hasamynda en ég er náttúrulega líka orðin, ég er 49 ára sko, þannig að svona, þetta þarf líka að vera samfærandi til að ég get, og ég á bara erfitt með að halda mig á 2 klukkutíma á eitt stað sko, en hérna, ég held ef að ég á að nefna eitthvað sameiginlegt fyrir þessa myndir, að þá er það örugglega að þau eru svolítið hvað maður að segja, svona impressive eða overwhelming eða episkar í myndrænu máli. Því annars segja það ekki mikið samanlega. Þú veist, það er 2001, algjörlega uppáhaldsbrellumyndi mína ever og einu uppáhaldsmyndi mín. Lawrence of Arabia. Terrence Malick er algjör Terrence Malick fan sko. En nýjustu, margar, er Fall Short of the Mark og hann er svona tók það sem hann byrjaði með í Tree of Life og fór svona aðeins meiri að leika sig með það og það gekk ekki alveg upp, skilu, ég lít svolítið á það sem bara svona draft sem við fengum öll að sjá, sko, en hérna... Ég veit ekki hvort, sorry, en ég veit, eins og með Terrence Malick, ég veit ekki hvort ég þori að leggja í hann. Nei. Er hann ekki svolítið svona, bara hægar og svona arti og... Jú. En þú ætti að taka þinn red line ef þú ert ekki búin að taka hana. Ég er bara á hana eftir. Ég var alltaf meira svona semprætt ræjamaður. Já, einmitt. Og ég líka þegar ég sá hana uppræðanlega, sko. En svo náttúrulega fatta ég, sko, að það sem, þú veist, að því ég fór í bíó alltaf að sjá næsta, ég held, þá var það Platoon eða eitthvað. Ég manna eða hvort það var Saving Private Ryan. En ég vildi hasaninu mitt og allt það, sko. Svo er þetta bara einhver menn að tala eitthvað inn í hausinn á sér og eitthvað. En líka hasar, en það var ekki áhersla á það. Og hérna, en svo náttúrulega þegar ég var eldri og bara rakst á hana fyrir tilvílinu aftur, þá náttúrulega bara fattaði bara, þetta bara snýst sko bara, þetta bara svona ljóðræn hérna, greining af okkar ótta við að deyja eða okkar life and death og svo hvað stríð í raun er svona sálrænt í raun og hérna og hvernig við erum basically öll
bara þrælar okkar eigin ótta eitthvað svona, það mjög djúpt stöf. Þetta dýpra heldur menn að skjóta okkur hana. Já, en það sem líka, og ég elska það alveg, ég believe in, ég lusta meira á heimspeki heldur fréttir, til dæmis. Áhugavert. En það sem í sá mynd og í hans mynd alla, bara tökur að leifa tökur að dvelja og finna einhver fullkomi umhverfi og einhver svona, það grípur mig virkilega, en svo ég alveg all-in með hans sögu, og ég líka all-in með hans heimspeki, hann mikil svona existentialisti, hann náttúrulega heimspeki, Menntaður, hugslaðis? Já, hann heimspeki, prófessor og var að vinna í 20 ári í París sem heimspeki prófessor. Ég það kannski var að gefa hann okkur sér. Já, þannig að, þú veist... En mér heimspeki áhuga, sko. Já, þú ætti að gera. En ég mæla þá með að byrja þá kannski með Thin Red Line. Takk hana fyrst. Já, að hún svolítið, það fullt fyrir þér sem hún mun fíla þar, sko. Svolítið leikarar líka. Já, svo Tree of Life svolítið next level, sko. En ef það ekkert annað, þá myndu örugglega kunna meta það sem ég vil meina bara by far flottustu barnatöku sem maður nokkuð tímann séð, ekki það að það á að skipta neitt mál sem slíkt, en þegar þú sér það þarna, þá það bara... Hvað svo barnatökur? Já, af litlum börnum bara að alast upp og einhver svona, það tökur bara ótrúlega, og bara tökunar í sá myndi bara ótrúlega. Tree of Life? Já, í Tree of Life, já. Hún fyrir að listan? Já, og þú veist, ég fíla, að því ég þekki líka svolítið heimspekin, þá ég kannski ekki bara svona, hvað í gangi, sko, ef þú vilt lesa upp á heimspekin, þá hann mjög mikið svona í Heidegger og einhver svona, sko. Já, þannig að þú henni fatta kannski hvað hann reyna að segja. Ég vissi að hann með svipuð samfæring og ég lífið og tilveruna. Þannig að ég vissi ekki nákvæmlega hvað hann var, en ég vissi að hann væri svona á svipuð rói og ég, og þannig að ég kannaðist við mikið til með sjá hvað hann að segja hér og þar. Sem getur verið mjög erfitt fyrir aðra að sjá. Ertu að tala um eitthvað svona líf til dauðan eða örlög? Já, bæði það og bara, þú veist, þetta svolítið bara, þú veist, þetta hvað sem það Jesú eða Búdda eða, þú veist, það bara, þú veist, ef þú nær, þú veist, það sem stoppa okkur eða það sem okkar aðal, hvað maður að segja, fangavörður okkar ótta í lífinu, skilu, og þú veist, ef að fara rosalega djúpt, þá það bara svona... Veistu áhugavert, sko? Já, ef þú horfi á hlutina, þá erum við ein stór meðvitun og við, okkar ego ákveðin manifesteringa því, en ekki hildin. Þannig að ekki vera hrættur litli vinur, þú alltaf til staði í einhverju formi og svo fram. Sumir túlka það sem líf eftir dauð, ég kannski ekki endilega þar heldur, en ég algjörlega það sem ég svona að reyna að treyna sjálf með að segja, hei, Jörri, þetta ekki bara Jörri, þú veist, þá segir Jörri, þá segir líka Jakob sem sonur minn og Anna sem við sem tengt. Já, þetta alltaf reyna að vera með meðvitinu meiri í samhengið heldur en í sjálf með sig, skilu, þannig að þetta svolítið langt út fyrir brellus. Nei, það svolítið gaman, ég meina þessi podcasti, ég fengi alls konar fólk til mín og... Nei, ég hef gaman að tala þetta. Já, og mér alveg gaman að fara aðeins út úr efnið og svona, það líka að gefa fólk kynnist þér þá líka bara betur. Já, nákvæmlega. Og þetta eru svona hluti sem ég kannski eyði meiri tíman í daginn í dag. Núna maður náttúrulega kannski líka orðin, hvað maður að segja, svona established og áður fyrir var hugurinn allur í tæknilegt og svo framvegis og svo því eldri og því betri sem gengur kannski, þá kannski get ég leyft með svona að horfa meira á stóra myndin, bæði kvikmyndagerð og líka bara í lífuna almennt, sko. Og þá það mitt, þú veist, Malik fyrir mig bara, þú veist, já, hann alveg sérbættu. Það ósanngjarnt að bera hann saman með aðra leikstjóra finnst mér, en hann svona, þessar tvær myndir allavega fyrir mig alveg einhvað albesta. Ef þú verður spennt fyrir mynd, sé ekki trailer að heyra ykkur fréttir eitthvað, ertu þá spenntar fyrir hver að gera hana, leikstjórinn, heldur fyrir ykkur leikarar? Já, það sem oftast æsum kannski ef ég mynd heyri leikstjórinn og premissin. Ég man þegar ég heyrði Tree of Life, þá heyrði Terrence Malick að gera mynd það að alast upp
og uppruna alheimsins og tilgang lífsins. Þá varst þú bara sendur. Þetta gaurinn til að taka myndina og já, þá var ég bara shit, þetta var eitthvað. Bara gerð fyrir þetta var annarkvært alveg einhvað skelfilegt flop, eða þú veist, þetta too much og þetta náttúrulega too much á blaði, en ég og dómnefndin voru sammála að hann actually tókst að ná þetta, skilur. Finnst þetta bara að vera masterpiece? Algjör, mér finnst þessi mynd vera, fyrir mig þetta bara the masterpiece, það engin mynd sem hefur náð hærri en þessi mynd. Vá, þú vilt að selja mér þessa mynd. Já, en þú veist, þú þarft samt líka, sko, að... Réttum gír, kannski. Já, bæði það líka, en þú veist, náttúrulega ef þú ert ekki að tengja nýtt við þessi koncept og þetta þó að það er mikið svona innra rödd, narration og einhvað svona. Þú veist, ég myndi bæði horfa á hana fyrir fólk kannski úti, horfa á hana bara, slappið bara af, horfa á þetta sem svona eins og þið myndi horfa á kannski einhvað mood-vídeó á Vimeo eða eitthvað svona. Já, ég skil bara flæði inn í þetta, hlustið bara á fólki, verið ekki ómikið að velta fyrir hvað núna, bara horfið á hann að gráta, skilja, bara upplifið það eða horfið á hann hugsa, þess að fullta senum þannig, það ljómar ekki mjög spennandi, skilja en hérna, og horfið á krakkana allast upp og svona, sem nú kannski svona, mest svona impressive í þessu, en hérna og svo, ef þú kynnið aðeins fyrir, þú þarf ekkert endilega að vera nákvæmlega þessi heimspeki sem anstendur fyrir en ef það er einhvað hugsandi líf og dauða og Guð og ekki Guð og ótta og vera frjáls og svona hluti, þá kannski reyna að sjá hvort þú getur lesið einhver út myndina með það, sko. En þá verð ég að spyrja, þegar þú talar um eitthvað heimspeking, þá er ég spurt nokkra gestur sem komið til mín, í sambandi svo frjálsa vilja versus örlög. Bara þetta er bara svona meant to be og þú stjórnar í rauninni engu. Hvað er þetta þar? Ég held, það er fullt af frjálsa vilja, en okkur gefin ákveðin spil og ef þú vilt, það er kannski ágætt að spila um það, því mér finnst margir kannski gera illa við sjálfa sig með því að sætta sig ekki við spilum sem þau eru fá, skilja. Challenge að vera successful með þau spil sem hún fær. Já, spila úr þessu spilum sem fækst. Já. Þannig að ef þú ert lágvaxinn og með óstóra bumbu eða whatever, challenge er samt að vera einn mest aðlandi gaurinn á svæði. Á þínu fórsendum. Að vinna með því sem þú átt. Eða hvað sem það er sem þú ert að einblína, finnst þú eiga einhvað, þú veist, komin með the short straw í lífinu, skilu. Að þar verður þinn vöxtur. Að takast á við það, skilu. Ekki með það sem þú ert með meðgjöf í. Þú veist, að þú ert stafraði snillingur, þinn vöxtur sem manneskja verður ekki í því að klára masterskráðu í stafraði. Já, ég skil þinn vöxtur sem manneskja, tækifæri til að virkilega vaksa að verða einhvað meiri er að þú að vera ógeðslega fyndin í partí eða einhvað svona, því þeir finnst það erfitt og óþægilegt. Þá er ég ekki að segja að mann á að þvinga einhvað svona, ég er bara að segja, það sem þú upplifir sem einhver veikleiki er hugsanlega þitt mesta tækifæri til að blómstra að bæta og þroskast, já. En er ekki líka að tala um að lífið byrjar þegar þú ert komin út fyrir komfortzónu? Jú, algjörlega. Ég er náttúrulega búin að gera karriér fyrir utan komfortzónu, skilu, og allir kvikmynd að gera menn, og ég held að einmitt, og það nefnilega það er alltaf jafn æðislegt að sjá og alltaf jafn gaman að upplifa að þegar mann hittir svona einhverja algjöru hákalla sem er búin að vera í gangi alla tíð, skilu, ég sem dæmi Chris Newman frá Game of Thrones, þetta er einn heitasti framleiðandi í heiminn, bara eins successful og geta orðið í þetta. Mann er svo down to it, hann er svo meðmann í þetta, hann og fyrir utan það hvað hann er ótrúlega mannöfnin á manni og allt þetta og hann er að díla við almennilegu maður og er sko hann er empathetic með, þú veist, hann var þarna ungi maðurinn að ströggla
búin að taka aðeins stærri bita en hann ræði við og eitthvað svona, skilur. Hann getur sett sér spóran já, og hann kann að meta og hann sér að þú ert að leggja alla fram á eitthvað svona og þú veist, sem dæmi ég man ekki hvað, ég held að það var season 7 eða eitthvað í Game of Thrones, þá ég út í heiðmarki, snjó hingað upp með Chris Newman, ég með kamerakassa og hann með risa 3-fót. Þetta einn mest successful og ríkasti framleiðandi heims og við erum bara eitthvað að hengja með okkur, skilur, út í heiðmark, skilur, og menn, ákveð, því þetta það sem lífið fyrir hann, þetta ástæðan fyrir hann successful, að því hann elskaði þetta, hann myndi ekki miss it for the world, skilur, hann komin til að búa til bíó. Og hann tekur þátt í harkinu. Já, en ég veit að einhver tímapunkt finnst að það leiðilegt að segja bara, ok, gaur hann að taka það einhvað, en í þessu dæmi vorum við bara svona fáir og við þurftum að fara þarna, ákveðum að gera þetta og það var ég og hann og deilum equipment, ég ekkert að gefa hann einhver kredit fyrir að nenna að halda á 3-fót, en ég bara segja hann þarna með mér í þetta, hann að upplifa þetta á meðan að margir aðri væri aldrei á svæðinu, skilu. Hefði ekki gert þetta? Nei, nákvæmlega, og hefði ekki gert það fyrir utan það. En maðurinn náttúrulega örglega einn hamingjustu, samasti framleiðandi, að því hann alltaf glaður sem maður, allavega ég hef aldrei séð hann öðruvísi. Hann að gera sem elskar? Já, hann gera það sem hann elskar og hann ekki að sitja sér upp einhverja fossendu sem ég og ekki að vera hérna með snjó upp að brjóskassa og þú veist að hálf drepa mig upp þessa hlýð með jörra, skilja, þá að vera einhver annan en eitthvað svona, það bara nei, ég á ymmit að vera að upplifa þetta. Þú veist, nú ég bara að lesa þetta, en ég segja, þú veist, þannig kringustæðar annarkvort einhvað sem þú getur látið egoið þitt til að fara í heimsbyggina aftur, egoið þitt svona taka stjórnin og búa til alls konar fossendur og einhver sögusagnur upp í hausina og þetta á að vera svona eða þá þú getur hérna bara verið í þetta, bara upplifa það sem í gangi og haft gaman að því, skilja, svo þetta hérna hvað var upplifunlega spurningin? Ég var svo sokkin í þetta, ég hugsa, ég fæ bara sjálfur, það er svo gaman, skemmtilegast auðvitað podcast að sem ég gerði mér ekkert grein fyrir því ég ákvað að byrja með þetta, ég búin að fá alls konar fólk til mín. Uppalega ætlaði bara að gera eitthvað með vinum mínum og þeir bara eitthvað svona við að bulla eitthvað svo fyrir alls konar fólk og ég er búin að læra svo mikið og sérstaklega þegar ég kleipi þetta sjálfur, ég vinn þetta alveg sjálfur en þegar ég horfi á þáttin aftur þá ég ennþá, þú veist, það veit ekki allt þannig að fyrir mig persónulega, ég að græða það svo mikið á því bara hlusta svona pælingar og það og þú veist, ég sá þannig að fyrsti þáttin sem ég sá hér, það var með Ragga og hérna horfði á hann allan og fannst hann alveg frábæra og auðvitað og þú veist, Raggi rosa skemmtilega að hlusta á og áhugavert en það einmitt þetta format. Ég hef reynda mikil áhuga á svona YouTube heiminn almennt og að koma okkur út úr þessu línulaga, ég mikil andstæðingur þessi old school broadcast dæmi, sko. Og þú veist, mér finnst þetta bara óheilbreytt, sko, mér finnst þetta bara virkilega vondur hluti kringu það, sko, þó að það frábært fólk sem vinnur við það, sko. En þú veist, það að þurfa að mæta í kastljósi, að vera með einhvers soundbites, að miða við að mæta á svona stað og tala við þið, það bara munin á að upplýsa fólk vel og illa fyrir mig. Og þá er ég að bera fulla vinning fyrir sá frábæra vinnu sem fréttastofa RÚV gerir og svo fram. Þetta er bara formatið sem er að defeata og þess vegna var ég sendið skilabóð að hrósa og svona náttúrulega bara heiðrað að þú hefði áhuga að tala við mig síðan, skilu, og ekki það að ég færi svo sem alveg í viðtali, en þetta finnst mér áhugavert, skilu, og mér finnst, þú veist, fyrir mig er skemmtilegast að við þetta að fá að lofta kannski alla þessa perfi og heimsbyggi og whatever, skilu, að þurfa ekki bara að fara yfir þetta dæmi gera sem í viðtali, ok, hvað auðlýsa ykkur bíómynd hver búin að vinna með og einhver svona, þú veist, en sem bara gott og gilt og allt það, en þetta miklu dýpri og miklu skemmtilegri og náttúrulega einhver séns til að vera einhver pingpong og að læra einhver, ég var á þú komst inn, þá var ég að skoða allt setupið og svona og bara, hérna finnst þetta bara frábært, skilu, og hérna takk alveg fyrir það og búin að horfa síðan á fullt af þáttum í þér og finnst mjög gaman að þessum top 10 listum og allt þetta sem vart líka að gera svo, það er svo gaman fyrir maður blandin á milli, það er svo
þessi þáttur er búin mjög svona fræðandi, myndi ég Já, segja, já. og bæði fyrir mig og það sem er Vonandi. hlustað að horfa. Já, 100%. En svo inn á milli er ég með kannski svona meiri svona chill-þætti, ég Já, er kannski já, með einhverjum einmitt. félögum og við erum að Já, já. bulla með einhverja myndir Já, já. og svona. Mér finnst gaman að þetta fjölbreytt, Einmitt, en það er rosa gaman fyrir mig því að skilja bara frá fólki. já, Sumir elska mest svona bransa þætti, já, eins og þessi þáttur er þannig, Einmitt. Ragnar Braga, Baldur Já. Seta, en svo er aðra sem fíla frekar. Já, en þú getur ég get ímyndað með að þegar ég var ungur brellumaður og langaði að komast almennilega inn í bransan, ég hafði sko leiðið yfir svona þætti eins og með Ragnar Braga og kannski sjálfa mig núna Já. og svona að horta á mig aftur og aftur, af því þetta er ekkert obvious, þetta er bara mjög mikið alls ekki hvað mann að segja, það liggur ekki endilega fyrir hvernig þetta er gert og liggur alls ekki fyrir hvernig mann kemst inn í þetta og hvernig fólk er og hvernig eins og ég sagði með, þú veist, flestir hafa einhverju hugmynd að framleiðandi, einhver risa framleiðandi, hann lítur að vera einhvað svona Harvey Weinstein monster, einhvað bla bla bla. Já. Nei, það er ekki það. Flest successful fólk sem þú hittir í þennan bransa er alveg rosalega vandað og almennilegt fólk. Ólíkt klísían Hollywood, nasty, svo framvegis. Vonda framleiðandi. Já, en svo getur þú alveg hitt alveg, þú veist, og það er mikil skapgerð í gangi oft og menn takast á eitthvað svona, en overall þú veist, þetta er miklu nær, kultúrin er miklu nær einmitt her, þú veist, bræðralæðið sem er í her heldur en einhvað svona office intrigue, rivaldi, power struggle, einhvað svona. Já, ég skil, en er það ekki líka bara þetta er svo að gera eitthvað bíómynd, þetta er svo flókið samvinnu verkefni. Nákvæmlega, og það verður að vera mjög strikt hierarkía, þó að allir kannski fær einhvað svigrum til að koma með sitt, að þá verður að vera skýrt hvernig ábyrðin er og allir sem koma inn í þetta og eru inn í þetta, bera virðing fyrir það og þá, þetta er svolítið svona eins og krakkana, skilu, þau róa svolítið við að vita, ok, pappi er búin að segja, það má ekki, ok, þá 100%? Já, þá verða allir svolítið rólegir og njóta meira að vera. Þá líður betur? Já. Þá er ekkoð komið svolítið frá bara. Algjörlega, ég verð að spyrja þig, bara svona alveg í lokin, og það er í sambandi við þá sem eru að hlusta núna, eða horfa hana þátt. Já. Hafa kannski mikinn áhuga á, einmitt svona, einhvern brellum, tölubrellum með eitthvað svo CGI-dót, og það vill fara að læra svona og komast inn í bransan, hvað myndur þú ráðleggja svona fólki? Sko, ég myndi náttúrulega ráðleggja kannski bara að byrja, þú veist, ef það kom nóg langt til að, þú veist, þetta bara byrja sjálf, bara YouTube, bara frábær resource til að læra bara heila netling. Já, bara googla bara... Já, googla bara YouTube, skilja, eins og ef að visual effects, en svo núna er það búin að heyra compositing, prófiði bara að googla compositing og þá kemur upp einhvað basic tutorial eða 101 compositing, kannski byrja þar og svo þegar það komið á lengri stigi þá getur ég kannski fara að spá meiri í skóla eitthvað svona. Ég veit að það er einn í Svíþjóð sem heitir Campus 18 sem hefur margir verið ánæði með hér, sko. Svona kannski svolítið prískóla fyrir á því levelu væri þá hugsanlega tækniskólan hér, sko. Þau eru náttúrulega með margmælna nám þar sem er kent þessi forrit, sko. Og bara hefur eins mörgum mjög vel, sko. En margir líka halda síðan áfram frá því annarkvært kannski Campus 18 eða þá oft fara menn til Kanada, þar er bæði Lost Boys sem er tengt fyrirtækjum og þú í raun er hluta af framleiðslu, þú veist, fer fljótt inn í framleiðslu og meðan þú ert í námi, sko, það er mjög sniðugt, sko. Já, þú ferður kannski hálfpart að vinna með skólanum. Já, nákvæmlega. Og þar og Kanada er bara fullt af góðum skólum og eins í London er líka nokkrir ágætis skóla, sko, það er bara misjafnt, það er allar flóra núna, það er svona liggur við svona námskeiðsleg nálgun, skilu, sem er Escape Studios í London, eitthvað svona sem er styttri námskeið, svo getur þú fara í háskóla og lært bara og fengi BA-próf í einhvað sem tengist þessu, skilu, og þú veist, þannig að ég myndi samt kannski, það er ágætt allavega að komast eins langt og finnst þú komast í YouTube heiminn, til dæmis bara að vita, er ég 2D megin eða er ég 3D megin, er
Er ég eins og Jörri að klippa, klístra einhvað myndefni eða er ég meiri í því að mótilera risaðlu og síðan að animera hana eða eitthvað svona, skilu. Þetta, þú getur downloada tól sem heitir Blender til dæmis, sem frýtt, alveg full pakka þrývitt, alveg virkilega gott tól og þar getur mér sér líka að gera smá komp, það nú ekki kannski að besta fyrir komp, en þú getur kannski að byrja að fikta þar í komp, skilu. En það hljómar þessu alveg svona ágætlega mörg tækifæri fyrir ungt fólk algjörlega. Og þarf ekki eins og að kosta það mikið. Nei. Svona til þess að byrja með allavega að æfa og ég væri ekkert sko endilega hvetja fólk til að fara í mjög löng nám með þetta. Ég myndi segja sko, gerðu það sem þú finnst til að þú hefur, hvað maður að segja, confidence í að segja, ok, mér langar að koma að prófa hérna sem intern og næsta skrifa síðan junior. Eftir junior, þá ertu náttúrulega, ef á stikkar sem junior, þá verður nú örgulega fljótlega mid-level einhvað, þrívita náttúrulega með marga sérhæfingar innan, það er modeler, animator, svo framvegis, en það kemur ljós seinna, það er komin aðeins lengur inn í þetta. En hérna, ég myndi segja, ekki líta á þetta eins og lögfræði eða viðskiptafræði einhvað, ég þarf bara að fara í einhver braut núna strax, bara do your own research og hérna byrjaði bara á að checka hversu gaman eitthvað finnst að gera þessa basic tutorials, það getur byrjað með Photoshop þess vegna, ef þeir eru ekki vön að nota Photoshop, byrjaði bara þar og ef eitthvað finnst ógeðslega gaman að geta tekið ömmu og sett hana inn í einhver stillmynd af Matrix, þá er þetta kannski einhvað fyrir ykkur, Þannig, algjörlega. Endum á þessu, Jörri. Ok. Þetta var hrikalega skemmtilega. Já, og bara sömuleiðis. Takk hérlega fyrir að koma. Já, takk hérlega.